kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 31. október. Nú þegar gangskur hefur verið gerð í að stúta allmörgum fyrirtækjum á landsbyggðinni með því að tvöfalda veiðigjöld á íslensk útgerðarfyrirtæki er nú komið að kjósendum í hinum dreifðari byggðum. Stjórnmálaaflið Viðreisn hefur lengi haft það á stefnuskrá sinni að jafna atkvæðavægi fólks hringinn í kringum landið, þannig að hvert atkvæði gildir nákvæmlega jafn mikið og öll önnur. Skref hafa verið stigin í þessa átt á síðustu árum en reynt hefur verið að gera það á sanngjarnan hátt þannig að byggðir landsins hafi allar einhverja fulltrúa, eitthvað fólk sem hefur skírskotun til hvers svæðis og sér hagið því að halda tengslum við kjósendur á viðkomandi svæði. Þrátt fyrir þau sjónarmið eru veigamikil rök sem hníga því að atkvæði eigi að gilda jafnt yfir landið allt. Þau má vega og meta og kannski verða þó ofan á. En það er hins vegar dálítið skondið að það skuli koma á ranni Viðreisnar af öllum flokkum. Af hverju? Jú, það er flokkurinn sem rembist eins og rjúpan við staurinn við að sannfæra Íslendinga að rétta sér fyrir þá að styðja aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þegar bent er á þá staðreynd að landið yrði eins og krækiber í helvíti í þeim félagsskap, ekki aðeins vegna þess að það liggur á mörkum hins byggilega heims, heldur einnig vegna þess að mannfæðin er slík að fjöldi þingmanna Íslands á Evrópuþinginu yrði hverfandi og vigtin innan framkvæmdastjórnar ESB yrði enn léttar á metunum. En hverju svarar Viðreisn þá? Við getum haft mikil áhrif þegar við beitum okkur langt umfram hlutfallslega stærð. En hvaða sanngirni er í því gagnvart öðrum íbúum Evrópu? Á ekki það sama ef það aumingjast fólk að ganga og íbúa höfuðborgarsvæðisins sem vita vel að fleiri atkvæði liggja baki hverjum þingmanni þess svæðis en á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Bakkafirði, Höfn í Hornafirði, í Vestmannaeyjum eða Borgarnesi. Hér talar Viðreisn í kross. Annað hvort eiga kjósendur að hafa áhrif í réttu hlutfalli og jöfnu eða ekki. Hafi flokkurinn rétt fyrir sér atkvæðavægi hér á Íslandi munu áhrif landsins verða lítil sem engin innan Evrópusambandsins. Nú er komið í ljós að Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri stýrir einnig lögreglukórnum. Hún segir að minnstakosti eins og hetjan í kvæði Bubba að ekki sé rétt að benda á hana. Þótt í ljós er komið að embætti hennar hafi á síðustu 5 árum keypt ráðgjöf af fyrirtækinu Intru fyrir 160 milljónir króna. Það vekur nokkra athygli að hjá Intru starfaði aðeins einn ráðgjafi á þessu tímabili, Þórunn Óðinsdóttir, stjórnendaráðgjafi. Og það er ekki laust við að maður reki upp stór augu þegar farið er yfir reikningana sem gefnir voru út fyrir öllum þessum herlegheitum og ljóst að hæfileikar ráðgjafans liggja víðar en hjá flestu öðru dauðlegu fólki. Þannig er ráðgjöfin snúið að húsgagnainkaupum, flutningi viðkvæmra starfsemi lögregluembættisins milli húsa vegna myglu, ráðgjöf vegna inngildingar, undirbúnings fyrir starfsmannasamtöl og þannig mætti áfram telja. En athyglisverðara er að sami ráðgjafi hafi öllum þessum miklu önnum fyrir æðsta lögregluembætti landsins geta lokið innjókanámi síðastliðið vor. Málið allt varpar hins vegar að öllu gríni slepptu ljósi á ótrúlega sjálftöku og dómgreindabrest á þessum mikla bæ. Ráðgjafi með 36.000 krónur á tíman er að skjótast í rúmfattalagerinn til þess að útrétta fyrir ríkislögreglustjóra og eins og að það væri ekki nógu slæmt, þá kemur í ljós að hinn stórfelldu viðskipti við það ágæta fyrirtæki laus viðskipti við fyrirtæki sem eiginmaður Þórunnar er í forsvari fyrir. Allt er þetta auðvitað gert utan rammasamnings sem Fjársýsla ríkisins hefur þó gert við fjölda ráðgjafa. Viðskiptin eru því brot á lögum opinber innkaup og þótt að búið sé að benda á það, segir ríkislögreglustjórinn Sigríður Björk sem fer fyrir stofnuninni sem á að halda fólki og fyrirtækjum við efnið þegar kemur að hlýtni við lög, ekki benda á mig. Það má spyrja sig á hvaða vegferð þessi mikilvæga stofnun er. Ársskýrslur embættisins varpa ljós á það. Þar hefur lengi verið kvartað undan fjárhagsvanda en þó ekki þegar kemur að ráðgjafanum hugumprúða sem á tímabili virðist hafa verið hæstlaunaði sendill landsins með vaski. Í skýrslunni fyrir árið 2023 sést til dæmis að meðan að lögreglumönnum við embætti ríkislögreglustjóra fjölgaði á 3 ára tímabili 46%, þá fjölgaði almennu starfsfólki 100%. 100%.
Var í alvörunni enginn í hópi tuganýra starfsmanna sem gat sinnt þeim verkefnum sem ausið var fjármunum í og inn á reikninga inntur. Þetta raunar allt á sömu bókina lært. Í stað þess að einbeita sig að því að halda uppi lögum og reglum virðist einnig sem að kraftmikil kynjapólitík sé rekin innan embættisins. Það segir í fyrrnefndri skýrslu að höfuð áhersla sé lögð á að jafna stöðu kynjana, allra kynja. Þó segir þar á einu stað, í starfsauglýsingum eru öll kyn hvött til að sækja með sérstakri áherslu á konur. Konur, ekki kvár. Hvernig stendur á þessu? Eru konur rétthærri en kvár þegar ríkislögreglustjóri annars vegar? Það ekki laust við að maður kvái. Samfylkingin ætlar að negla niður vextina. Allir hinir flokkandi tala þetta, en hverjum treystandi? Allir ekki þeim sem hafa stjórnað landinu síðustu árin og ekki þeim sem lofa öllu allstaðar, eða segja ekki neitt. Okkar plan þríþætt, fjölga íbúðum strax með bráðaaðgerðum, stöðugleikaregla til að ríkissjóður hætti að valda verðbólgu og svo þarf að taka til í ríkisrekstri og gera skynsamlega skattabreytingar án þess að hækka skatt á almenning. Ég fjalla eins þetta í grein á vísi.is í dag, en mér langar bara að segja hérna í lokin að valkostirnir í þessum kosningum eru skýrir. Annars eitthvað ruglið að hægra megin áfram með gömlu pólitíkinni eða nýtt upp af með Samfylkingu sem neglir niður vextina og hefst handa við að laga Ísland. Svo mörg voru þau orð og fyrirheitin stór. Vextir hafa hins vegar lítið sem ekkert lækkað frá því að áhrif af aðgerðum þessara ríkisstjórnar tók að gæta og standaði nú fastir í 7,5%. Verðbólgumæling sem tilkynnt var í gærmorgun sýnir að hún ætlar að reynast þrálát og það ekki aðeins húsnæðisliðurinn sem veldur því. Auk þess eiga áhrifin að falli play en eftir að hríslast í gegnum kerfið út í verðlagið. Nýr húsnæðispakki ríkisstjórnarinnar hefur að geyma ýmsar ágætar tillögur meðal annars hvað varðar séreignarsparnað fólks og ráðstöfunarrétt yfir honum. En í fyrirheitunum öllum þó að finna tón sem að maður geldur varhugið. Samfylkingin sem nú bankar upp á hjá landsmönnum og spyr hvað geta stjórnmálin gert fyrir þig? Hvað getum við gert fyrir þig? Og þar virðist svarið eiga að vera það að ríkið eiga að vasast í allra manna málum og taka til sín æ stærri hluta af daglegu lífi fólks. Rétta svarið auðvitað það að láta okkur borgarinn í friði og á sama tíma að stjórnmálamenn einbeittu sér að því að ná tökum á þeim kerfum sem þeir nú þegar fara fyrir og má þar helst nefna menntakerfið, vegakerfið og heilbrigðiskerfið. Sá sem trúr yfir litlu verður trúr yfir miklu. Það ekki trúverðugt af stjórnmálamönnum að ætla sér sífellt stærra hlutverk án þess að árangur hafi náðst á þeim sviðum sem nú þegar falla undir valdsvið þeirra. Nú hyggja stjórnmálamenn lagfæra húsnæðismarkaðinn en horfast ekki í augu við þá staðreynd að það voru þeir sjálfir sem bjuggu til vandann. Sturlaðar hugmyndir eilíðar þéttingu í borgarlandinu og lóðaskortur sem hefur verið nýttur til að fjármagna fjárvana borgarsjóð hafa sprengt upp verð á fasteignum. Væru lóðir til staðar, gætu verktakar og þeir sem hyggjast fjárfesta í húsnæði leyst málin. Engin stjórnmálamaður eða stjórnmálahreyfing hefur þá yfirsýn eða þekkingu til að stjórna markaði þar sem tugir þúsunda ákvarðana eru teknar á hverju ári. Markaðurinn einmitt verkfærið til þess. Við ætlum að ræða þetta á vettvangi frétta vikunar hér innan tíðar við þá Árna Helgason, lögmann, rithöfund og stjórnmálamann og Andrés Magnússon, fulltrúa ritstjóra. Þar ætlum við líka að ræða mál ríkislögreglustjóra og sitthvað fleira. Að því loknu fæ ég til mín góða gest úr þinginu, þá Jón Pétur Símsen og Víðir Reynisson. Þeir eru í allsherjar- og menntamálanefnd og við ætlum að ræða veitingu ríkisborgararéttar sem hefur verið á döfinni hér á landi síðan að við birtum áhugavert viðtal við Joan Blank, bandarískan gjörgæsluhjúkrunarfræðing sem kom hingað til lands 2023 og hlaut ekki náð fyrir augum þingsins þegar hún sótt ríkisborgararétt fyrir sig og dóttur sína. Að loknu því góða spjalli ætla ég svo að setjast niður með Runólfi Pálssyni sem forstjóri Landspítalans, stærsta vinnustaður Íslands. Ég ætla að ræða við hann það hvernig það að fá erlenda sérfræðinga til landsins, til starfa við þjóðarsjúkrahúsið og margt fleira sem að tengist þeim mikilvæga vinnustað. Hvet ykkur til að fylgjast með þessari góðu umræðu, en áður en að því kemur þá mun Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn fara hér yfir pólitíkina eins og hún birtist okkur á samfélagsmiðlum þessa vikuna. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung.
Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópal innimálingu, svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Komdu með í skíðafrí til Ítalíu. Brekkurnar bíða þín í ítölsku Ölpunum. Bókaðu þína ferð á úrvalútsýn.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Konungur kom right on time og í öllu sínu veldi í vikunni, enda var fyrsti vetrardagur síðastliðinn laugardag. Auðvitað þurftu við að fá smá svona reality check frá veðurguðunum, svo að kannski félag sumardekkjaeigenda gæti nú haldið sinn árlega ársfund í miðri Ártúnsbrekkunni eða á einhverjum álíka óheppilegum stað. Jæja, það bara upp og áfram, krakkar mínir. Í alvörunni, vonandi var þetta bara svona óvart allur snjórinn og svo verður bara ekkert meir. Það væri alveg geggjað. Ég meina, bara bóng og blíða allan ásins og klakanum, hafið heyrt betri hugmyndiða? Og þá gætu við eiginlega bara hætt að spá í Evrópusambandið. Hafið samt spáð í því hvað íslenska veðrið og íslensk stjórnmál eiga margt sameiginlegt. Já, ég skil þetta bara eftir hjá ykkur, þið pælið í þessu. En Íslendingurinn Halla Hrund skellti sér á Þingvelli í vetrardýrðinni í vikunni og þar upplifði Spori, hundurinn hennar, snjóinn í fyrsta skipti. Sjáu hvað þau eru sæt. Þingvalla knús. Æ, greiði hundurinn samt. Inga amma klikkaði ekki á livespjalli þegar hún var á leið til vinnu á þriðjudagsmorgun eftir að óvart öllum snjónum hafði kyngt niður við misgóðar undirtektir almennings. Ingu auðvitað andum fólk, svo hún fann sig alveg frekar knúna til að upplýsa almenningum stöðu mála og við kunnum henni ævinlegar þakkir fyrir. Svo dýrkum við eiginlega líka bara öll þessi miðaldra livespjall hennar Ingu. Þau eru svo einlæg og skemmtileg. En ég að spá, haldið þið kannski á nenni bara ekkert að tala við bílstjóran sinn og finnist kannski bara svona ótrúlega vandræðalegt eitthvað að vera í þögninni með honum og þess vegna grípur hún alltaf til þess ráðs að vera bara eitthvað live í bílnum. Mér finnst það svolítið, já, góð pæling, þetta alveg spurning á maður að vorkenna Ingu eða hún að gera þetta bara því hún svo góð og vill okkur vel, okkur almenningi. Æjá, það spurning. Hanna Kata og Obba létu snjó og kulda ekkert á sig fá og reyndu bara eitthvað að stæla ísdrottningarnar Önnu og Elsu úr Frozen sem náttúrulega bara mjög viðeigandi núna á Reykjavíkurtímum Alveg ískaldar og sætar. Já, þær eru ekkert eðlilega sætar þessar snjókerlingarnar. Snjótittlingar, ég sagði ekki snjótittlingar, ég sagði snjókerlingar. Hvað er það þessari tölvu? Talandi ísdrottningar, hinn eina sanna ísdrottning Íslands, hún Guðrún Hafsteins, deildi æðislegu norðurljósamyndum á Instagram á dögunum og vá, í alvörunni maður fær bara kjúklingahúð með bernes, þetta svo fallegt. Í alvöru, dansandi norðurljós, ekkert eðlilega fallegt. Jók. Hvað með hjarðhæðun okkar Íslendinga? Af hverju þurfa alltaf allir að pósta myndum á snjó þegar við sjáum það bara með okkar eigin augum hvað að gerast fyrir utan gluggann? Það snjór úti og það vita allir af því. Ég meina græst hvað heldur þetta lið eiginlega að það sé? Fyrstur með fréttirna.is, það bara lén sem ekki lengur til En já, Sanna Magdalena, hún var ánægð með vetrarfærðina í borginni. Já, en ekki hvað, það alltaf allt í blóma hjá borginni, við vitum það. En ég held að Sönnu væri líklega aðeins hlýrra í blessuðu borgarlínunni sem á einhvern tímann eftir að líta dagsins ljós. Já, svona allavega miðað við ævintýra og háskaferðirnar sem að Strætó bauð upp á núna í tilefni af smá snjó. Strætó held ég svona heiðurs meðlimur í félagi sumardekkjaeigenda. Ása Berglind þekkt fyrir lítið annað en að sjá og vera þakklátt fyrir litlu hlutina í lífinu. Það mættu nú fleiri taka sér það til fyrirmyndar, en hún tók snjódaginn mikla alla leið. Bjó til snjókarl, fór út að renna með börnunum, mokaði heimreiðina, drakk heitt kakó, kveikt á kerti, fór undir teppi og horfði á himininn dansa norðurljósadans. Ég meina þetta kallar maður að njóta hversdagsleikans í drasl. Vel gert hjá þér, Ása Berglind. Bryndís Haralds þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur af snjóbil og brasi. Nei, hún var bara eitthvað að dandalast í Svíþjóð í gallajakka einum klæða á meðan við samlandar hennar bara fengum aldeilis að ströggla í snjónum. Jón Gnarr var líka staddur í Svíþjóð eins og nánast öll þinghjörðin og já, bara eins og hún leggur sig. En hann nýtti sér hringrásarhagkerfið og keypti sér nýjan en notaðan frakka á heilar 5.000 krónur. 5.000 kall fyrir þennan geggjaða jakka.
Nei, þetta ekki jakki, þetta frakki. Æ, afsakið, ég bið forláts. En ég meina, gera aðri betur, svona á gera þetta. En svo deildi hann líka skemmtilegri myndasirpa af sér vegna bílablætis sem hann hefur alltaf haft. Bílakallar, þeir eru alltaf svolítið gæjalegir. En ég meina, þetta geti komið sér svolítið illa fyrir hann núna, sko. Ef hann ætlar að vera í einhverju þversögn við þetta, hvað er þetta kallað, díselháka frumvarpið eða eitthvað hjá Viðreisn. Upp og sí, sko. En ég meina, Jón nú alveg bara vanur því að koma sér í smá vandræði og svo hattar hann heldur ekki athyglinna og gerir allt sem hann getur til að fá ljósið til að beinast að sér. Og ég meina, það alveg með ólíkjöndu hvað tekst alltaf hjá honum. Til dæmis, núna í Svíþjóð á Norðurlandaráðsþinginu, þá tókst honum að láta kastljósið beinast alfarið að sér með þessum stórfenglega kvæðalestri. Já, hann var reyndar búinn að taka þetta hérna heima í pontu Alþingis, en nú útviklar hann krátið. Hann kann þetta alveg hann Jón, hann veit alveg hvað hann er að gera. Gummari og allir hinir kratarnir nutu sín í botn í Svíten og voru að dýrka veldið sem þar var upp á teiningnum og við skiljum það vel. Ég meina, það geggja að fá að vera svona mega royal endrum og eins og bara líða eins og maður sé bara eitthvað svona konungsborinn höfðingi. Ég bara skil það vel. En Dagga Konna, hún var svona leiðsögumaður ferðarinnar og stóð sér bara ekkert eðlilega vel í því hlutverki. Það sko alveg hægt að vera frekar klár og stór karakter þó maður sé svona smár í sníðum, sko. Og Dagga Konna, hún klikkar ekki á því. Guðlaugur Þór hefur margt til brunns að bera. Í vikunni fór hann með stórleik í myndskeiði á samfélagsmiðlum sem hér með verður tilnefnt bæði til Eddunar og Grímunar. En hann bara bíður eftir því að eitthvað fari nú að frétta þarna niður á þingi. Það er bara öll ljós kveikt og bara enginn heima hjá þessari ríkisstjórn. Sjálfi kóngur Íslands stóð fyrir sínu og smelti af alls konar sjálfum við ýmsar athafnir. Ein mega hot og sveitt ræktarsjálfa, Brusselsjálfa, hlaupasjálfa, lattesjálfa og ég veit ekki hvað og hvað. Í alvörinni, hann er mesta dúlan, eins og alltaf. Í kladdan fyrir duglegur og dúlla. Flokkur fólksins gróf upp mynd frá fornu og deildi á samfélagsmiðla sína í vikunni. Þekkið þið þennan mann? Nei, þetta er ekki Ragnar Þór Ingólfsson, sko. Þetta er nefnilega Guðmundur I am a very good morning Ingi, sko. Einu sinni var hann nefnilega ungur og sætur, en nú er hann bara sætur. Talandi gamla myndir. Miðflokkurinn fékk filmuna frá landsþinginu loksins úr framköllin í vikunni og deildi gleðinni með okkur hinum. Þarna má nú alveg sjá ýmis hross og trippi taka þátt í gleðskapnum sem var þetta. Þetta hefur verið gaman. Heiða Björg borgarstjóri mælti fyrir íbúðauppbyggingu í Úlfarsárdal en hún vill byggja hvorki meira en minna en 4.000 íbúðir þar. 4.000. Og sko, já, það var svolítið eftirtæktavert, sko. Ég meina, sjá, hún er þarna með brillurnar. Annarkvort er framtíðin svo ótrúlega björt hjá henni að hún þurfti að setja upp sjálfar sólbrillurnar við þetta tækifæri, eða þá að hún er á okkur efnum konan. Ég skal ekki segja, ég veit ekkert, en það er allavega alveg augljóst að Ingu Sæland fannst þetta svolítið vandur og allt saman, þannig hún lokaði bara augunum. Það er líka langbesta ráðið við einhverju sem er óþægilegt. Gera bara svo lítil börn í feluleik. Loka bara augunum. Kristrún var kátt með Úlfarsárdalinn, það var ekki annað að sjá. Þar lagði hún líka inn nýjan matseðil á hlaðborðið ásamt sínu fólki sem kynnti nýjan húsnæðispakka fyrir land og þjóð sem að Kristrún reyndar matriti á allt annan hátt en hún ætlaði sér að gera fyrir það bil cirka 49 vikum síðan. Dass af hinu og dass af þessu, það hefur oft virkað áður. En ég held við séum komin á þann stað við þjóðin, sko, að við bíðum svona eftir nýjum nálgunum Kristrúnar eins og þegar við erum að bíða óþreyjufull eftir nýjum iPhone. Það er allavega alveg ein ný nálgun á hlutina svona cirka einu svona ári eða jafnvel oftar. Góða helgi! Komið sæl að nýju. Ásthildur Hannesdóttir búin að fara yfir pólitíkina á vettvangi samfélagsmiðlana eins og henni er einnig lagið. En ég er líka komin með öfluga menn í setti sem að þekkja pólitíkina frá öllum hliðum hennar. Það þeir Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu og Árni Helgason, stjórnmálamaður, lögmaður og nú síðast rithöfundur. Þú kannt að bæta á þig fleiri blómum eins og sagt þér. Já, það er eins og Kaninn segir, Jack of many trades, master of none. En það er alltaf hægt að finna sér eitthvað til dundurs og þetta er svona kannski nýjasta afurðin. Þetta er bók sem átt að koma út eða þú ætlaðir að halda útgáfuhóf hér fyrir vikun en veðurguðirnir gripu snarlega inn í. Voru þeir búnir að lesa bókina? Já, þetta var kannski vonbrigði, svona fyrstu dómar. En það var einmitt þannig að það tók appelsínugul veðurgildi klukkan 5 á þriðjudag þegar við ætlaðum að vera með hófið.
Þannig að við þurftum að aflýsa því að það fór fram í gær og var vel heppnað og gaman. Mikið stuð. Mikið stuð. Þannig að þetta alltaf að komast út og komið í allar betri bókaverslanir bæjarins sem sagt. Já, sem sagt allar. Já, allar. Allar tvær. En þannig að þetta bara skemmtilegt, gaman að sjá þetta svona fæðast. Þetta búið að vera smá meðganga náttúrulega eins og gengur. Og hvað rekur, þannig að það sagt að allir Íslendingar skrifi bók ævina með einu öðrum hætti. Hvað rekur menn í miklum önnum á pólitísku sviði, lögmennsku og hinn og þessu til þess að setjast niður og skrifa eitthvað sem ekki til nema bara í hugans ranni? Já, það góð spurning sko. Þetta kom nú kannski til mér þannig og ég svona aðeins að glíma við það í bókinni bara þessi svona kannski einhvern veginn veruleiki sem við búum í sko og erum alltaf einhvern veginn að færast meira og meira inn í og meiri notkun á símum og miðlum og öllu þessu. Það nú svona farið að taka dálítið yfir okkar heim og okkar dag og ég var svona aðeins að kannski það svona bakgrunnur sögunar og svo má orðið komast þetta samband okkar við þessi tæki og við þetta og svona kannski hvernig við sjáum það líka einhverju leyti, við þetta veltum þessu dálítið fyrir okkur og pælum í þessu sjálf, við veltum fyrir okkur hvað eru marga tíma á dag í símanum og finnst slæmt að það orðið mjög mikið en ég kannski að nálgast þetta líka aðeins öðruvísi sem svona þetta einlæga og svona fölskvalausa sko trúnaðarsamband okkar við tækin og það sem þau sýna okkur. Sem að mér finnst svolítið áhugavert því að við einhvern veginn treystum þessu ofta eins og nýju neti sko. Síminn sýnir okkur stöðu heimsins og stöðu samfélagsins og allt í kringum okkur. Við trúum símónum fyrir og þessum tækjum fyrir öllu því sem að okkur kærast sko. Allt frá bara smáum hversdagslegum hlutum yfir í bara okkar dýpstu hugsanir og leyndarmál. En mér finnst ekki alltaf spyrja okkur sko hver er hinum einn á línunni ef svo má orðið komast. Hver er það? Sko ég held sé ekki einhver velviljaður vinur sem er að reyna að gera sitt besta til að sýna okkur stöðu heimsins sko. Það er business og bara einhver tækni sem er búin að teikna okkur upp. Þú veit hvað þarf til að íta á takkan okkar sko. Veit að ef þessi frétt birtist í fítinu hjá þér þá er líklegt að þú eyðir talsverðum tími að reyta hár þitt yfir henni sko. Og þannig er búið að teikna þetta fólk upp og þetta er svona þessi leikur að halda fólki við efnið og við upplifum einhvern veginn mörg, og ég held að margir kannist við þetta, upplifa að fara inn á símanna og fletta því sem er að gerast og maður upplifir svona einhverja yfirþyrmandi tilfinningu það að þurfa að taka afstöðu og taka þátt og segja sína skoðun sem er auðvitað heilbrigt upp að vissu marki sko en við eyðum í þetta mikilli orku oft ekkert endilega til hins góða. Meiri segir það síðan þannig að símarnir sýna okkur reglulega ástand heimsins og það er yfirleitt miðað við það sem síminn sýnir okkur að fara til hins verra. Þannig að við höfum líka þessa tilfinningu að atið og áreitið einhvern veginn er oft til einskis. Fólk er í svona einhverju réttlættis baráttu kulnun sko á þessum símum og það er síðan annað sem við fundist áhugavert sko að við og kannski forsíða bókarinnar tengist á einhverju leyti það er þessi svona þrá okkar eftir einhverju kyrrð sem að fann að taka við. Þetta er orðið svona umpólun einhvern veginn í seinni tíð að kyrrðin var eðlilega ástand og svo sóttust við í samskipti. Þetta er svolítið breyst. Nú er einhvern veginn áreiti og samskipti allt í kringum okkur en það er orðið óbúslega eftirsótt að geta komist og slakað aðeins á, kúpla svo út. Þetta er sími, hvaða fjall er þetta? Er þetta Snæfell eða? Nei, þetta er nú bara svona tilbúin eyja sem að var nú gerð og er sem sagt sögusvið bókarinnar eiginlega. Þetta er sem sagt fjallar 5 gamla vini sem að hittast og fara akkurat í svona afslöppunar og afkúplunarferð á eyju aðeins út fyrir Ísland. Hún er nú bara svona tilbúin sko. En fólk gerir þetta. Fólk fer í ferðir til Jökulfjarðar og svo framvegis til að losna úr símasambandi? Já, akkurat. Það er akkurat þarna er nánast ekkert símasamband og þetta á að vera svona góð helgarferð eins og gengur sko að kúpla sig út og samt að skála og hafa gaman og mikrodósa aðeins og allt þetta svona helsta sem fólk gerir í góðri helgarferð í dag. Já. Og við svona fylgjum kannski þessum hóp eftir og hvað koma margir þeirra tilbaka? Já, það kemur allt saman í ljós. Er þetta tollveikja? Nei, þetta er nú kannski ekki þar, en það er svona alveg dálítil atburðarás í þessu og það sem kannski gerist síðan er að þó að það ekki vera neitt símasamband þarna þá þegar þau eru komin yfir að þá eins og gengur að átta fólk sig á því að það þarf örfá svona brýn málefni í símanum sem væri gott að klára fyrir helgina.
Þannig að þau leggja nú á sig hérna mikið príl til að komast á hennar eina punkt eigunar sko, þar sem þú færst smá símasamband og hérna ætluðu nú bara svona aðeins að tékka af fréttir svona hvað hefði gerst síðan þau dutt út úr sambandi en þá sjá þau sem sagt að það eru konar fréttir af stórum og umfangsmiklum gagnaleika í þjóðfélaginu. Tengist meðal annars Alþingi og Stjórnarráðinu og mikið að smjatta á í því öllu sko og Helgin svona tekur ákveðna beygju eftir þetta. Við komumst ekki hjá því að lesa þessa bókanir. Nei, nema það blasir við. Öðrundi viður. Já, öðrundi viður, akkurat. Ef þú þarf þau að halda, Andrés, þá máttu bara fara beint í það núna. Kannski á eftir. Rétt á eftir. En segðu mér eitt, heldurðu að sé ekkert að brá af fólki hvað þetta var að vera svona upptekinn af símanum? Að við séum ekkert að venjast þessum tækjum og öllu þessu sem okkur miðlað. Að taka því með meiri varúð eða jafnvel bara kópla sig frá fréttum. Ég meina, ég þekki fólk sem bara bókstaflega vill ekki lesa frétti. Já, ég held að við séum að stíga ykkur hænuskref í þá átt smá saman, sko. Og þetta hefur oft verið þegar svona stórar tækni þróanir verði í heiminum, bara eins og þegar útvarpið kom hérna fyrir öld eða hvernig það var alltaf misjafnt, sko. Fólk auðvitað, þú veist, smá tíma bara að stilla samfélagið af miðað við þetta. Stilla samfélagið af og kannski fyrstu viðbröð að vera mjög upptekin af þessu, mjög hrifin og svo kannski lærurum með tíð og tíma að mynda smá fjallaði á þetta. Og áhyggjurnar líka, ekki glemma því, þegar útvarpið kom á sínum tíma mikinn áhuga því að senda áhyggjur af því að því myndi fylgja siðspilling, sama gerðist þegar að sjónvarpið kom, því munið allavega þess að umræða það hvernig tölvuleikir myndi sko leika heiminn grátt, að bara hér eru allir morðvargar. Það hefur nú ekki ræst beint. Og ein tækni ítir ekki endilega annar eða eldri tækni út af borðinu en það læra kannski frekar að lifa í sátt og samlyndi. Prentvélarnar eru enn í gangi, útvarpið er enn í gangi, sjónvarpið, internetið, allt þetta. Já, og mikil ósköp er þetta náttúrulega alveg frábær tækni og mikil upplýsingabylting og allt það sko, en það er örugglega ekki, ég vil svo sé þetta heilbrigt skref að stíga aðeins frá þessu og einmitt áttast á því að það er ekki alveg endilega einlægt allt sem að birtist í feedinu þínu. Það er einhver aðeins búinn að eiga við það og passa að þú fáir nú það sem að geri það að verkum að íta aðeins við þér, sko. Þú ert reiður yfir þessu. Bitur. Það var nú ekki endilega nálgunin, en svona það var svona fróðlegt, fannst mér að skoða þetta samband okkar við þetta. Já. Og líka, mér finnst svolítið skemmtilegt líka þessi sko, svo er fólk einmitt svo segir er kannski að stíga þessi skref að vissu leyti, það eru, þú setur símann hún ég gerir þetta stundu sjálfur, set símann hún í svona krukku á sunnudögum, klukkutíma, það er ógulega stoltur af sjálfur mér sko, langar ég að skrifa status um það, ég stóð mér vel og í símann. Já, í símann og en á meðan auðvitað er öll notkun sko, ef hún er mæld bara í þjóðfélaginu sko, hún er auðvitað að rjúka upp með hverju árinu. Já. Þannig að við erum í svona, þetta er pínlítið svona skemmtilega mótsagnakenndur raunveruleiki. Aftenging. Fólk les þetta núna. Ekki seinni núna og ég held að þetta sé hljóta að vera hugvekja fyrir okkur, ekki síst bara gagnvart börnunum okkar. Það stendur sig að því að vera í símanum í stað þess að vera í samvistum með þeim sem er ekki gott. Við höfum hins vegar ýmislegt að ræða af vettvangi frétta vikunar. Andrés, þú varst kannski fyrsta fórnarlamb vikunar. Þú þurftir að lesa því í gegnum gríðarlega skýrslu embættismannakerfið og hvernig megi gera það ónæmt fyrir þessum blessu stjórnmálamönnum sem að við þó kjósum okkur til forystu. Já, sko, ég er búinn að lesa skýrsluna, en ég er ekki hálfnæðingunum viðaukann. Þetta er, sko, hvað eru margar síður í þinni bók? Hún er 255 síður. Já. Ég er að tala 372 síður. Þetta er eins og við ekki af í skýrsluna eða. Þetta er skýrsla sem er pöntuð af forsætisráðuneytinu þegar Katrín Jakobsdóttir er ennþá forsætisráðara og hvert var markmiðið með þessu plaggi? Sko, af því að mér fær skilið helst, þá gerist það að út í Danmörku er skrifuð svona skýrsla að þeir vilja einhvern veginn kíkja á embættismannakerfið og getum við tekið til í því og svona, og það er vist fín skýrsla. Hún berst hingað til lands og Bryndís Hlöðversdóttir sem þá var ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, hún hrifst af þessu og telur að það sem eitthvað á því að byggja, íslensk stjórnarfar er náttúrulega komið af henni danska og ýmislegt að læra.
Þannig að hún á svolítið frumkvæða því að það sé farið út í að gera samsvarandi íslenska skýrslu, horfa á þessa danski ráðuneytisstjórinn sem að stýrði í gerð hennar, að hann var búinn til þess að koma til hjálpar og þetta leit ekkit þannig séð óskynsamlega út og það átti þá að gera slíka skýrslu með hliðsjón af dönsku skýrslunni og með töluðum að það verið rétt að hafa Noreg með líka, svona allir þess að eitthvað væri. Þannig að ríkisstjórnin samþykir að láta gera þessa skýrslu með starfshóp, þar sem eru 3 ráðuneytisstjórar í stjórnstjórnarfræðingur og þau eiga svona að taka þetta saman og eins og segir í samþykktunni hérna með hliðsjóna af nágrannalöndum. En síðan byrja ballið sko, að hérna nefndin fyrir að stað og hún heldur málþing og hún hérna að garfa í þessu öllu og nágrannalöndin, það verður einhvern veginn miklu meira, það bara öll Norðurlöndin með og það Þýskaland og það Bretland og það Írland og það einhvern veginn var ekki nóg því að það fyrir allaveg til Nýja-Sjálands. Þú bara kennst ekki lengra nema bara fara til tungsins. og hérna eins og við höfum eitthvað sérst af þeim að læra og stjórnarfarið í þessum löndum bara mjög mismunandi. Það sambandsríki Þýskalandi og Bretar byggja á sínum common law og Írarnir nefnilega miklu leyti líka og þetta allt eitthvað voða skrítið en svo náttúrulega eru hérna ríkisstjórnir að fara frá ráðuneytisstjórinn Bryndís og hún fer í annar ráðuneyti og ráðuneytisstjórinn fjármálaráðuneytinu, hann fór sömuleiðis annað og til Rómar og hérna ráðuneytisstjórinn í hérna innviðaráðuneytinu að hún kemst bara aldur og eitthvað svona en stjórnsýslufræðingurinn Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir að hún þarna meira og minna allan tíman og manni sýnir svolítið að hún hafi bara fengið að leika laus þarna. Því að það skrifuð þessi langa skýrsla, margir kaflar allt þetta og ýmis álitaefni, það farið langt út fyrir efnið, það ekki bara að horfa á embættismennina, það líka bara að horfa bara á ráðherrana, aðstoðarmann þeirra og eitthvað. Og í staðinn fyrir að þessi skýrsla taki 10 mánuði, að þá tekur hún 30 mánuði. Og kostar? Og kostar 21,5 milljón í beinum kostnaði. Þá ekki talið með þessa tími sem að embættismenn sem voru í öðrum störfum tóku í þetta. Það geti verið tvöföldas upp að þessuna? Ég þori ekki að giska sko, en þetta voru ráðuneytisstjórar, þeir eru ekki illa launaðir. Þannig að þetta bara einhvern veginn springur út og þessi skýrsla, hún verður eins og einhvers konar bara paródi eða brandari sko verstu efasemdarmanna embættismannakerfið. Að einhvern veginn það geti endalaust þæft málin, geti endalaust gert við stærri, endalaust eitt tíma án þess að skipti nokkru einasta máli. Þetta yes minister atriði? Pínu lítið, vegna þess að síðan heyrir maður það bæði frá þeir ráðherrar sem voru í ríkisstjórninni og ég hef heyrt það einu og nú þetta ríkisstjórn líka, að menn yfta bara öxlum og segja, við vitum ekkert hvað við gera við þetta. Þetta ekki það sem við nokkur bað og það leiðir ekki til eins en eins, það tillögur sem þannig að koma fram, suma hverju bara byggja greinilega einhverjum mískilningu stjórnarfari í landinu. Það til dæmis talað það sé nú réttast að þegar æðstu embættismenn séu skipaðir að það sé gert annarkvort af ríkisstjórn eða ráðherranefnd fjallum. Þetta bara sko, í íslensku stjórnskipan, það ekki fjölskipað stjórnvald í ríkisstjórn. Þetta bara mískilningur á því hvernig kerfið virkar. Já, og í raun og veru, sko, maður getur hort á þessa skýrslu og sagt, hún stjórnsýslu skandall sjálf. Ég hrökk við þegar ég sá upphæðina, ég stýtti þessu nú bara upp í reiknivél, tók meðallaun á Íslandi á síðast ári og heildar skatttekjur sem þið opinbera hefur á því, bæði útsvar og tekjuskatt og það tekur mann á meðallaunum 6 ár að borga alla sína skatta til þess að greiða fyrir þetta skýrslu skrifli. Þetta þetta ótrúlegt að sjá hvernig menn fara með peninga þegar þetta niðurstaðan. En ef þú vilt vita allt embættismannakerfi á Nýja-Sjálandi, þá þetta frábær heimur. Já, ég mjög lengi reyndu það. En það ekki bara hort út allan heim, það líka hort aftur til fornaldar, vegna þess að bara strax í inngangi, þá bara byrja að rekja sögu embættismannakerfi heimsins frá Mesópótamíu og Egyptalandi og Rómarveldi og bara you name it. Þetta orðið svo einhvern veginn svona svolítið lenska með þessar skýrslur og svona úttektir sko, þetta verður alltaf eitthvað svona merkileg verk sko, það svo einhver sko, því að nú þekki ég nú svo mikið nákvæmlega aðdragandann að þessu en eins og þú segir, þetta einhverju hugmynd að skoða stöðu embættismanna og gera einhverja tillögur. Hefði ekki verið að klára þetta allir bara á 10 blaðsíðum eða eitthvað? Maður hefði haldið það. Já, þú veist, Prentkostnaður var nærrið því 1 milljón. Vegna þess að þurftu þetta að gefa þetta út fyrir jólabókarflóðinu. Það hefur miklu einfaldara að félagseigin Páli Þórhallssyni skrifstofustjóri í Ífraströndinu og góður lögmaður og mjög ritfær. Hann hefði getað tekið þetta skilur á nokkrum mánuðum og bara
2 mánuðum gert þetta. Já. Þetta orðin sko, þetta ekki eina skýrslan sem maður séð sko, það einhvern veginn svona eins og það sé aldrei undir 100 blaðsíðum, svona verk sko, eða þetta útgáfa. Og það inngangur og það söguleg þróun og mikið að fallegu myndum yfirleitt í þessu. Ekki mikið þessu. En þetta ákveðin iðnaður vegna þess að við vorum líka með skýrslu í hérna daginn frá innri endurskoðun borgarinnar bensínstöðvalóðirnar. Þar var farið vítt og breitt sviðið, mjög löng og mikil skýrsla. Það eru utanákomandi allar fengnir í málið út af viðkvæmri stöðu innan kerfisins. Þetta allt fólk sem á tímakaupi. Þetta tekju skapandi fyrir þá sem að komast í svona. Þarna einmitt kemur að sko veika blettunum. Á einhverju stíði málsins sami við Sigurbjörgu það að hún að skrifa svo marga kafla og annars tekur á rannsóknarvinnu og annað slíkt og það verður bara borgað samkvæmt tímaskýrslum. Og þá bara byrjar kvörnin að mala. En svo getur líka velt öðru fyrir okkur að það bara eðli hins opinbera að það þanist mikið út en við vitum sem að víða í kerfinu fólk að leita sér að verkefnum bara til þess að hafa eitthvað fyrir stafni. Við sjáum dæmi það nýleg þar sem að komi leiðbeiningar frá Reykjavíkurborg og það hvernig fólk ætti að halda barnaafmæli. Núna eru konar fram leiðbeiningar það hvaða búninga krakkar eigi að forðast á Reykjavíkunni vegna þess að það getur verið menningarnámið að setja upp turban eða vera indjáni eða eitthvað. Ég átta mikið á þessu. Þú voru að steinhætta því, Andrés? Ég verið að steinhætta því og bara búningarsamnið bara... Það var aftur að teikniborðið fyrir Reykjavíkur hjá þér. Algjörlega, en það sko dugir ekki sem að vera að skrifa einhverja slíkar leiðbeiningar, fánýtar sem þær eru. Heldur, svo þetta bara þýtt á ensku og pólsku og tagalog og kurdísku og arabísku og ég reynda að sakna þess að það ekki á tokkarísku og það að spyrjast fyrir hvernig á því standi. Sem þetta upp á stungumál. Já. En þetta á ríkið að ganga undan með góðu fordæmi í svona. Þetta, eins og ég held að það væri bara, það er örugglega mikil færi að stytta og minnka þennan iðnað dálítið því að sko Ég náði nú ekki að fara jafn djúpt ofan í þetta og þú. Hvernig stendur á því? Hennan yndislestur sem þú átti við þessu. En svo náttúrulega eins og gengur alltaf ég held að fara nú allir í samantektin aftast sko. Mér eru örfá síður þar sem þú sér að mér sko hvað skýrslan Þetta er mun þægilega, hún fremst í þessari. Já, fremst þarna, já. En maður líka ofta að velta fyrir sér sko söguleg yfirferð sko aftur til Mesópótamíu fram til dagsins í dag með ýmsum löndum undir. Þú veist, eru menn að byggja upp eitthvað, allar að nota þetta í einhverja fræðigrein síðan meir eða þetta er svona svolítið sérstakt einhvern veginn hvað orkan fer í sko. Ég maður átt að segja það, Sigurbjörg, hún er sko náttúrulega orðin prófessor og hún komin bara að sko enda sinna starfsdaga. Þannig að maður bara skilur þetta ekki. Er þetta magnum opus? Ef þetta er það besta, þá veitum við ekki hvað. Talandi tímaskýrslur. Ríkislögreglustjóri var í fréttum í vikunni. Ríkisútvarpið upplýsti viðskipti þessa mikilvæga embættis sem að þarf að sjálfsögðu vera vamlaust fyrir með lögregluvaldið, æðsta lögregluvaldið í landinu. Þar koma upp úr krafsunum tímaskýrslur upp á 160 milljónir með vaski út af öllu og engu. Einhver sagði að þarna færi greinilega hæfasti ráðgjafi söguna því að henni var bara ekkert mannlegt óviðkomandi. Nei. Og held ég að 190 með vaski sá ég einhvers staðar sko að þú fer aftur til 2018. Það er komið í það. Já, þetta var... Með við hæfileika þessa ráðgjafa sem að bara er ekkert mannlegt óviðkomandi þess að segir, getur allt. Spurningi sem eftir situr af hverju hún ekki ríkislögreglustjóri? Ég hefði tekið það í verktöku bara. Nei, þetta er sérstakt mál og það náttúrulega virðist líka bara að vera margt sem á mjög gráu svæði svo vaktsýttur voru að tekið eitthvað gott lögum umboð og skildur sko, það virðist ekki að vera samningur gerður. Opinber innkaup? Opinber innkaup og útboði kringu það. Það er talað um rammasamningins opinbera, þetta fyrirtæki var ekki aðeila því. Þannig að það virðist að verið þarna eitthvað mjög náið svona samband og maður það furðar sig á þessu og skilur mjög góð punktur sem hann Fjölnir formaður sambands lögreglumanna var að nefna sko að ég meina það nú ekki verið eins og þessi grein eða þetta svið sé einhvern veginn mjög ofalið á peningum. Lögregluþjónar og fólk þetta er ekki fólk á einhverjum allt og háum launum sem dæmi. Og skortir fjármagn inn í kerfi til að fjölga lögregluþjónum og til að tryggja öryggi borgaranna? Heldur betur, en þetta er svona oft gangurinn í þessu. Það eru til peningar í svona verkefni einhvern veginn sem að þetta fer bara út í einhvern skurð og verður eitthvað vitleysa og það
þú veist, það sem að auðvitað talað að, ég meina, opinbera hefur auðvitað oft þörf til að kaupa sér einhverja utanaðkomandi ráðgjafaþjónustu, skárra að verið það nú, en það þá einhver afmörkuð verkefni. Og það lögmann í eitthvað afmarka verkefni eða mannauðsráðgjafi eitthvað afmarka verkefni. Það þarf að vera sérþekking, ekki búðaráp í rúmfattalagarinn eða í aðra verslan. Akkurat, og ég menn þarna virðist bara einhver aðili vera nánast búin að vera með embættinu árum saman, sko, í hinu og þessu. Þetta eitthvað sem lítur ekki vel út, sko. Mér finnst það bara að benda til þess að það eitthvað sem við ekki vitum í málunum. Það engar góðar skýringar komna fram að hvað í óskólunum átti sér stað þarna árabil. En ríkislögreglustjóri hefur stigið fram og sagt ég bara mjög stolt af þessu öllu saman. Við ekki náttúrulega mistök, ég bara mjög stolt af því sem við gerðum og það ekkert aðeins. Mjög stolt af mínum mistökum. Vandi ríkislögreglustjóra margþættur. Fyrir að fyrsta þá þetta nú ekki svona fyrsta syndin sem hún með á bakinu. Við munum það bara hér árið þegar að faðirinnar, vopnasafnari, lendi hér í nokkru kröppum dansi, skulum við segja. Og það slettist á embætti þar, gleymið því ekki, og margir voru hissa á því að hún skildi ekki bara stiga til hliðar þar og þá. En þessi að fólk ekki líða fyrir foreldra sína, foreldra fyrir börnin sín? Nei, og sendi færarna og allt það, en síðan kemur þetta upp og það ekki að fulluleyti skýrt ennþá og ég veit ekki hvort að lögreglustjóri hefur ekki verið nægilega hreinskilinn eða hvað, en eins og allir sem að áhorfa og sjá og segja að þá lítur þetta að minnst ekki vel út. Og þegar að að ræða þetta embætti sem eins og nefndir á að sjálfsögðu vera vanlust, að þá þetta orðið erfitt og þá snýst það ekki lengur bara persónu ríkislögreglustjórans, heldur embætti sjálft. Og það eitthvað sem ég held að ríkislögreglustjóri hljóti að þurfa bara að hugsa mjög vel og ekki mjög lengi, hvort að henni sé sættanna lengur, vegna að það ekki nóg að réttvísin, að hún sé réttvís. Hún þarf líka að sýnast og sjást vera réttvís. Þarna komin upp bara slíkur vafi það. Það hlýtur að vera bara mjög erfitt mál. Þetta eru gríðarlegi fjármunir. Þetta ekki smápeningar. Það augljós, það þarf ekki að ræða það að þarna farið á skjön við innkaupalög og annað þeim dúr. Getur ríkið leyft sér að hafa þetta án afleiðinga? Það mjög góð spurning og manni finnst svona skýringarnar þurfa í öllu falli að verða töluvert betri og öflugri, sko. Maður sá nú á viðtal þarna á RÚV í beinni í fréttum núna í vikunni. Það sem að svona sérstakur tónn hjá ríkislögreglustjóra sem virðist bara vera nokkuð sátt við þetta allt saman. Og þetta ekki boðlegt og þetta bara embætti sjálft sem en nú heldur betur oft að þjarmað fólki og gerir kröfur að borgararnir hafi allt sitt á þurru, sko. Upp á punkt og prik. Upp á punkt og prik. Og þannig að þetta erfitt mál og það þarf í öllu falli að skýra þetta miklu betur. Maður heyrðist nú að dómsmálaráðherra þegar það ætluð að ræða saman var nú einhver framvinda í málinu, sko. Þeir eru búin að því, en svo heyrist ekkert í ráðherranum. Nei, og dómsmálaráðherra líka, hann hefur ekkert mörg vopn á hendi í þessu. Ef dómsmálaráðherra hefur komist að þeirri niðurstöðu að þetta gangi ekki og lögreglustjórinn verða að víkja, þá það ekkert auðvelt mál. Þá þarf það að fara gegnum áminningaferli og allt þetta sem tekur tíma og er hægt að debattera Nema embættismaðurinn finna það hjá sjálfum sér að rétt sé að staldra við? Hann gæti gert það, en hugsanlega getur embættismaðurinn líka sagt, heyrðu, nei, ég ætla bara að biðja eftir að ég fái hér starfslokatilboð upp á ekki færri milljónir heldur en að að ræða. En þá held ég líka að við séum komin að bara spurningum ætti fjárveitingavaldi hugsanlega láta til sín taka. Að þegar að svona óreiða hjá embættinu og að því virðist afleiðingarlaus, þetta sama embætti og hittir fjárlaganefnd árlega og grætur, getur í fjárlaganefnd ekki bara sagt við getum bara ekki mælt með því að það séu nokkra fjárveitingar til þess embættis. Það verður bara að svelta. Gleymið hugmyndinni. Hvað myndi stjórnsýslufræðingurinn Hugumblóði með skýrsluna segja þetta mál? Þurfu ekki að fá skýrslu frá þetta? Ég hugsa að það þurfa að minnst í 370 síðan. Hún verður skrifað á pappír frá rúmfattalarðum. Þetta þetta líka tengist kannski annar umræðu og maður verður nú kannski að fá að rósa ríkisstjórninni fyrir eitt að setja á dagskrá þessa breytingu á lögum opinbera starfsmenn og afmá þessa áminningaskyldu sem einmitt eins og þú ert að minnast á væri væntanlega næsta skref í málinu, sko, sem að síðan eins og það hefur verið orðið praktíserað og vaninn í kringum, bara heillangt mál, heillangt ferli og það andmæli og þetta allt síðan vegið og metið hér og þar síðan meir, sko. Þetta líka svo flókið ferli að menn veigra sér við að fara út í slíkt.
Það hefur verið spurt þetta í þinginu öðru hverju, bara hvernig hérna með áminningar, hvað hefur marga verið veittar. Þá hefur komið í ljós, sko, að 10 ára tímabili, það voru, ég man ekki hvort það voru 2 eða 3 ár, þetta var ekki neitt. Ég held reyndar að þetta ferli sé bara alls ekki eins flókið og menn halda. Ég held að menn bara veigri sér við þessu vegna sem menn í bómullinan og bara kerfisins. Þeir vita að þeir þurfa ekki að taka á hlutunum fyrir ekki að þeir vilja og það er einhver annar sem situr uppi með kostnaðinn í lok dags heldur en hann sjálfur. Ég held að þessi meðferð og opinberu fé á vettvangi ríkislögreglustjóra hefði aldrei átt sér stað ef að þarna hefði verið forstöðumaður sem hefði verið að fara með sína eigin peninga. Bara aldrei. Nei. En kannski aðeins var þetta áminningapunkt, sko, að það sem hefur síðan gerst líka með það að það er náttúrulega komin alls konar álit umboðsmanns og dómar og fleira, sko, það sem eftir á sem hefur verið fundið að málsmeðferð við áminninguna og það eru alls konar svona vinklar sem sem hægt að taka á þetta. Og ég held að sé eins og segir, fólk, stjórnendurinn hans opinbera virðast bara að veigra sér við þetta, sem er auðvitað, að því að áminningin á að vera, sko, einmitt, þú veist, hún er bara gula spjaldið, bara hröð afgreiðsla, ekki gera þetta aftur, og það væri... Umboðsmaður skilgreint þetta sem, sko, stjórnsýslu ákvörðun, öllum andmælarétti og öll ákvörðun þarf að vera rétt vigtuð, þegar að, sko, þetta þyrfti að vera úrræði sem er að vinna mjög hratt. Þú veist, þarna þarf að geta komið inn í mál og ef áminningin á að lifa, þá þarf hún að geta bara verið veitt, sko. Og það er nánast þyrfti að vera eitthvað alveg stórkostlegt að henni ef hún er ógild síðan meir. Það er nánast aldrei gert og þrátt fyrir það að þekki ýmis dæmi þar sem að fólki hefur verið hrapalega á eða átt við áfengishyggju að stríða og neita að leita sér hjálpar og svo framvegis. Og hið opinbera fer yfirleitt út í það er reynda að flytja fólk til, sko, bara út í einhvern kima stjórnsýslunar þar sem að er að minnst ekki að valda miklum skaða eða hugsanlega að fara að semja einhvers konar starfsblokk bara sem að kosta beinharða peninga. Svona á þetta ekki að vera. Talandi kerfi sem er eins og það á ekki að vera húsnæðismarkaðurinn. Við fengum hér verðbólgumælingu í gær, verðbólgan er að rísa meira heldur en greiningaraðilar gerðu ráð fyrir. Nú er Kristrún Frostadóttir búin að kynna nýjan húsnæðispakka og þá var ráðast hér að minnsta kosti að glærónum í mikla og stórfellda húsnæðisuppbyggingu, gera breytingar á lögum skattaumhverfi varðandi íbúðamarkaðinn og annað. Hvernig líst ykkur á þetta svona fyrsta kastið? Ég held að það sé að verða býsna alvarleg staða á fasteignamarkaði. Og Er hún ekki löngu orðin? Já, löngu orðin, sko, en núna kannski alveg sérstaklega það sem að svona virtist vera Kottinn sem fyllt í mælinn var þessi vaxtadómur sem að gera það verkum að bankarnir hafa alveg haldið að sér höndum nánast, sko. Og ég sýnist bara stefni mjög mikið frost núna, þetta hefur verið afskaplega hægt og þungt. Og þetta getur auðvitað haft rosalega áhrif, sko, eignir fara að verðfalla, þetta getur leitt til gjaldþrota og veðkalla og svo framvegis, þannig að það er mjög snúin staða í þessu. Verktakar eru ekki í rónni? Verktakar ekki í rónni og sitja uppi í mörgum tilvikum með stóra lagara af íbúðum sem þeir ná ekki að hreyfa og hanga kannski einhverju leyti, þetta er mjög erfið staða fyrir það, þeir hanga einhverju leyti af því að verðin eru þessi, sko, og kynna hér gagnvart sínum fjármögnunaraðilum einhverja ákveðna stöðu sem er kannski ekki endilega alveg raunverulega lengur því að þú ert ekki að selja íbúðirnar á þessum peningum. Það þýðir líka að þeir geta lent í þeirri stöðu gagnvart sínum, sko, bönkum eða hverjum öðrum sem eru að fjármagna að þeir geta í raun og veru ekki selt vegna þá kemur hræðilegur sannleikur í ljós. Akkurat, og þá einhvern veginn draga þeir sér tilbaka eða reyna að halda í gömlu verðin sem er árangurslaust. Og pakkin sem kom núna er náttúrulega, og bara eins og hann benti nú ágætlega forseti ASÍ í fréttum í vikunni, að þarna eru nú ekki beint kannski neina bráðaaðgerðir, það er ekkert sem að leysir heggur á þennan hnút svona 1, 2 og 3. En þetta var svona hitt, svona héðan og þaðan hjá ríkisstjórninni, það er nú verið að áframhalda með hlutdeildarlánin og séreignarsparnaðarleiðin. Já, það á að vera meiri fyrirsjáanleiki í því, þetta fagnir því allir að það sé sett upp bara 10 ára áætlun í þeim efnum. Já, heldur betur, sko, þetta er þetta svo sem kunnuleg stef frá fyrir tíð, sko. Hitt var nú svona, fannst manni meira tæknilegs eðlis, breytingar á kerfi byggingarstjóra og eitthvað svona sem að mun alltaf bara taka mörg ár eflaust að innleiða, sko. Þannig að það er nú ekki þannig að þetta kannski breyti miklu. Enda er vandinn auðvitað sá að allt sem mun glæða lífi í fasteignamarkaðinn er líklega að fara að sjást í verðbólgu og gera vaxtalækkunarferlið erfitt. Þannig að þetta er orðin snúin sjálfhelda sem að þetta er komið í. Eitt af því sem að tekur eftir eru breytingar á skattaumhverfinu, þá að gera fólki
Já, ókleift eða erfiður vik að eiga fasteignir og leigja út. Þau hafa horn í síðu, þessi ríkisstjórn hefur horn í síðu fólk sem að fjárfestir í húsnæði til útleigu. Já, alveg svona sérstakt, þetta svona svolítið fannst mér það sem að var einkennt stefnumörkun í þessum málaflokki undanfarin ár. Að það svona verið einhvern veginn að taka þessi gömlu svona stétta baráttu viðhorf, sósíalísku viðhorf sko, að leigusali og leigjandi þetta sé eitthvað nánast eins og samband sko, þolandi og geranda sko. Þetta er eitthvað óeðlilegt og slæmt sko. Þegar að ég held að staðrandin sé nú svo að langflestir Íslendingar sem gera þetta og margir fjárfest sparifénu í auka íbúð eða tveimur og ekkert nema í sjálfu sér eðlilegt við það og ég held að þetta sé nú í það heila og yfirgnæfandi meðlutum tilvika bara mjög gott mál og vel gert. Leigan á þessu nú almennt ekkert sérstaklega há. Fólk ekki að reikna sér mikla ávöxtun í þetta eða mikið í kringu sína vinnu. Þetta er svona einhver sparisjóður. Menn hugsa að taka út á yfir langa tíma hækkun á virði fasteignarinnar frekar heldur en að menn sé að taka beinharða peningum. Akkurat, sko. Þetta er hugsað þannig og en þetta hefur verið einhvern veginn afskaplega stórt atriði. Það voru gerðar alls konar svona sérkennilegar og furðulegar breytingar á húsaleigulögunum til dæmis á síðasta kjörtímabili þar sem að nú máttu með 12 mánaða húsaleigusamning þá máttu ekki verðtryggja. Sem ég meina hvað ef þú ættir íbúð Stefán og ert að leigja hann út sko og þú ætlar að hugsa ég ætla að leigja hann út á 250.000 og svo reikna ég nú með að yfir 12 mánuði þá kannski síu hún upp í 270. En ég er búin að banna þér að hækka hana yfir tíman. Men ekki bara alltaf líkur á að þú bara leigjar hann út á 270. Já. Eða taki tapið sko. Þetta er voðalega svona skrítið. Þetta mun ekki heldur auka framboð á íbúðum á markaði. Alls ekki. En ég held að sko þessi pakki og það er rétt að hafa í huga að þetta er fyrsti pakkin. Þannig að það er að minnstakosti annar í vændum og sjáum til kannski yfir fleiri. Ég held að það er ýmislegt þarna sem að er bara ágætt og allavega fæst er það nú heldur svona verra. Það má þó finna ýmislegt eins og hvernig þá að rétta sko í raun og þessi félagslega kerfi einhvern bytling. Það hefur áhrif og ekki endilega góð. En það hefur verið bara lenskan, finnst manni síðustu 10 árin, að það er öll áhersla á þetta svo kallar almenna kerfi, sem fólk heldur oft að sé kerfi þar sem fólk býr í eigin eignum, en er í raun og veru þetta félagslega húsnæði sem að bólnar út og einhvern veginn virðast stjórnmálamenn telja svari við vandanum á markanum, sé sá að koma sífellt stærri og stærri hóp samfélagsins undir handarjaðar hins opinbera. Jú, og þarna náttúrulega eru formaður fjárlaganefndar hefur svona óbeinna hagsmunum að gæta að það allt saman virki vel. Þannig að ég sagði að þetta sé nú að hluta til gert þess að gleðja hann. Já, Flokkur fólksins hefur bara, þetta er mantra á þeirra vettvangi. Já, en þetta er ekki sko útiláta laust heldur fyrir Samfylkinguna til dæmis. Að þarna að fara að byggja í Ólafsdal aftur sem er nokkuð auðvelt vegna þess að það er löngu búið að skipuleggja þetta og það er slatt af innviðunum til staðar og þetta er svona með því auðveldar sem geta gert. En Samfylkingin í Reykjavík hefur algjörlega lagst þver gegn þessu árum saman og núna allt er farin að bakka út í því. Þannig að ég er ekkert viss að Heiður borgarstjóra hafi fundist það gaman að gera það en sjálfsagt til neitt og það kann að blandast inn í umræðan það að Samfylkingin vilji skipta frambjóðendur í Reykjavík og eitthvað, þú veist, hver veit. Alveg eins að þá þetta með séreignasparnaðinn, ég meina það er ekki nema 6 daga síðan að hugmyndafræðingur Samfylkingarinnar, Þórir Snær Júlíusson, hann var að skrifa hvernig það byggs hefði nú allt saman verið bara gert fyrir ríka fólki til þess að búið allir peninga og síðan bara snúið við blaðina þarna, 180 gráðu beygja og þetta er alltaf orðið allra besta sem að fyrir finnst. En við höfum séð þessar glærur birtar aftur og aftur og stórfellda íbúðu uppbyggingu og þetta er kynnt aftur og aftur og fólk er seld sama tertan þó það sé margbúið étana. Þessi uppbyggingu Úlfarsadal, þetta er dropi í hafið, þetta er kannski uppbygging til 1 og hálfs árs þar sem út frá þörfinni. Keldnalandið, það eru mörg ári að þetta fara af stað. Er þessi markaður ekki bara í sjálfheldu til næsta áratug, verðum við ekki bara hér í einhverju efnahagslu ójafnvægi út af því að stjórnmálamenn og einhverjum borgin hafa ekki haft burði til þess að tryggja framboð á lóðum? Jú, ég var nú bara sko hér daginn að ræða við Sigur Hannesson hjá Samtökum iðnaðarins og Þorstein Víglundsson sem er nú hjá Hornsteini en hefur verið sko ráðherra Viðreisnar, hefur verið framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og þekkir þetta frá ýmsum hliðum. Þeir voru bara einum málum það sko ekkert að þessu mun
duga þó að þeir lítist vel á ýmislegt sem þarna væri. Á endanum þá þyrfti meira framboð lóða. Flóknara var það ekki. Sko það sem er líka sjálfheldan í þessu er að víða er núna farið að skilyrða sko uppbyggingu eða samtvinna uppbyggingar áform við borgarlínuna. Og þaðan svo hugsun hjá sveitarfélögum gengur út á það að það er, hún verður eftir stofnæðum og þá er þetta að minnka mögulega eitthvað bílastæðamagnið og byggja þéttar og eins og menn kannski þekkja þá er nú borgarlínan afar skammt á veg komin og væntanlega sko bjartsýnustu spár gera nú ráð fyrir að það er ennþá bara einhverja áratugir ef hún komi í sveitarfélögin í kringum borgina. Þannig að ég heyrðu bara ekkert víst hvernig gengur hér í borginni heldur og einmitt þetta er búið að tala þetta bara borgarlínan Óskalandi hvenær kemur þú og alltaf ráðgert einhvern veginn að það gerist á undursamlegu hlutir þar og þá. En gleymum því ekki, við erum búin að vera með húsnæðiskreppu á höfuðborgarsvæðinu í 10 ár. 10 ár! Og hvað ætlum við að bíða lengi? Mér fannst líka alltaf svolítið fróðleg mælikvarðan á borgarlínuna. Það var einhvers staðar komið verðmiði, held ég, hvort það var komið upp í 350 milljarða sem að þetta mun kosta. Og því ég hef nú komið að einhverju verkefni þar sem að þetta framkvæma og segjum við framkvæma fyrir milljarð á mánuði sem að er alveg gríðarleg framkvæmt sko. Það er alveg rosalega mikið að köllum og tækjum að vinna og stórum vinnubúðum og allt þarf að ganga. Þá ertu komin samt upp í 30 ár sko. Það eru 350 mánuðir og þú nærð aldrei þessum dampi yfir þennan tíma. Það er ekki stór hluti af þessu bara í skýrsluskrif og hönnunarkostnað, er það ekki málið? Gera skýrslur, en það er auðvitað eitt líka sem er orðið við að útvega lóðir og það var nú eitt af það sem mér fannst gott í stjórnarsáttmálanum að það er talað að auka framboð lóð og meðan hugsa nýjar lausnir eins og þessi einingahús sem hafa nú bara verið heilt yfir að koma vel út, stytta byggingatíman og lækka kostnað. Það er eitthvað sem væri mjög fróðlegt að sjá meira á spilin hjá ríkisstjórninni. Mögulega er það eitthvað sem kemur þá í næsta húsnæðispakka. Jólapakkanum, en það er það sem þarf að gera og þá þarf líka ríkisstjórnin að sýna sko meira frumkvæði vegna þess að það er hugsanlega hægt að þvinga borgarstjóran til þess að gera eitthvað núna fyrir kosningar. En ég held að það þurfi meira til. Þetta er greinlega ekki að ganga þetta samstarf á höfuðborgarsvæðinu með það svæðisskipulag og mörkin, vaxtamörkin og allt þetta. Mig grunar að þarna þurfi ríkið að bara hafa frumkvæði að segja þið þurfið að auka lóðamagn á ykkar landi 8% ári. Ríkið getur þetta létt sveitarfélögunum mjög lífið sko með því að taka eitthvað það sem hnífurinn stendur alltaf í kúnni er þessi innviðakostnaður. Hver ætlar að dekka hann? Hver ætlar að leggja veginn og byggja skólan og íþróttahúsið og allt þetta? Og það er eitthvað sem oft er þetta nú klárað í samningum að vísu við þá sem eru með viðkomandi lóðir. Áður fyrir voru það gatnagerðargjöld, svo bættust innviðagjöld og svo þessi gjöld og hinn gjöldin og aldrei virðist það duga til. Já, og þetta smyrs bara smá saman upp á verðlagið og það er ekkert óalgengt þegar hún er loksins að kannski deiliskipuleggja lóð og byrja framkvæmdir að hún sé búin að vera í einhvers konar undirbúningi sko árum saman. Gjöldin marg lögð á eða mörg gjöld lögð á skulum við segja. Já, þetta er ekki í raun og veru skattahækkanir, það er bara verið að loka klufum Verður ekki fasteignamarkaðurinn kosningamál í sveitarstjórnarkosningunum í vor? Er það ekki, blasir það ekki við? Það hlýtur að vera. Þetta er alltaf bara, þetta er svona átt gott svona einkenni á kosningamálum sko, þetta er svona að fara að verða hvað er spjallið einhvern veginn í kaffibúðunum og svona. Hvað annað þetta að vera stærra? Ég meina þetta er stærsti sparnaður langflestra landsmanna. Þetta kyndir verðbólguna? Kyndir verðbólguna, það finnur hvert heimili fyrir þessu nánast hver einustu mánaðamót. Hvað eiga sveitarstjórnirnar að gera? Eina jákvæði fréttin er svo að menn get ekki lengur tekið verðtryggð lán til þess að láta þau pumpast upp á fasteignamarkaðinn eða þessar niðurstöðu að Hæstaréttar. Nei, alveg er það nú samt merkilegt eins og þetta verðtryggð lán ekki gallalaus sko, en ég hef aldrei skilið þetta sko þessa miklu andúð þessi 40 ára verðtryggðu lán því að þau eru þrátt fyrir allt það sem að hefur gert fólki kleift að hafa greiðslubyrði svona fyrri hluta ævinnar viðráðanlega. Og ég meina, menn ef valkosturinn í dag er að fá kannski 20 ára lán, 7, maður ekki hvað stýrivextin, 7,5% vextur og svo eitthvað vaxtaálag ofan á það. Þetta ræður enginn við. Það blasir við.
Þetta ekki... Það mun þá bara aftur auka stéttskiptingu og ég man ekki hvort að það verið stjórnarsáttmálanum eða ekki. En Við rennum á þá eftir þegar þú ert búið með aðra yfirferð á stjórnsýsluskýrslunni. Þakka við báðum fyrir komuna hingað skamman veg, Andrés Magnússon, aðeins lengri, Árni Erkason og gangi vel með bókina. Takk hérlega. Við erum hins vegar alls ekki hægt, nú ætlum við að fá 2 þungavíktamenn úr pólitíkinni, úr þinginu, það eru formaður og varaformaður allsherjar- og menntamálanefndar, Jón Pétur Símsen varaformaðurinn og Víðir Reynisson. Við ætlum að ræða hér ríkisborgararétt. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Þú finnur allt fyrir útivistina í Sportís. Kíktu við í Skeifuna 11. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Við þökkum Andrési Magnúsinni og Árna Helgasinni fyrir þeirra ágættu yfirferð samtal bókmenntir og pólitík á víðum grunni. En hér eru komnir góði gestir úr þinginu. Það eru pólitískir andstæðingar leyfi mér að segja, en ég veit að þeir vinna vel saman í mikilvægri nefnd í þinginu, allsherjar- og menntamálanefnd. Það er Víðir Reynisson sem er formaður nefndarinnar og Jón Pétur Símsen sem er varaformaður. Komið sælir, báðu tveir. Komið sæl. Takk fyrir að mæta á svæðið. Ég hugsaði nú strax til ykkar í síðustu viku þegar ég settist niður með hinni bandarísku Joan Blank sem að ég gert hér að umtalsefni hjúkrunarfræðingur á Landspítalann, gjörgæslu hjúkrunarfræðingur, sem að sagði farið sínar ekki sléttar af viðskiptum við þingið. Sækir ríkisborgararétt í október í fyrra og fær síðan neitun núna í sumar. Og mér langaði þess til að heyri ykkur að því að fólk verður dálítið ráðvillt í umræðinu ríkisborgararétt. Það er eiginlega 2 leiðir til þess að verða ríkisborgari, önnur þeir eru í gegnum ykkur. Já. Hvernig fer þetta fram? Já, og kannski bara, ég má byrja kannski að fara bara í gegnum ferilinn svona, þá eru þetta sem sagt akkurat eins og segir, það eru 2 leiðir. Þú sækir ríkisborgararétt til Útlendingastofnunar og það er bara mjög skýr lagavinna sem laga skilgreiningar á hvað það ert að gera eða hafa gert til þess að uppfylla það. 7 ára dvöl í landinu. Já, það er dvöl í landinu, það er krafa ákveðna íslensku þekkingu og það er tengingar og ýmislegt sem að kemur þar inn í og brotaferill og annað og framfærsla og bara þeir vinna eftir tiltölulega skýrum ramma, það er gagnsætt ferli og síðan er bara niðurstaðan fengin út frá því. Síðan er önnur leið alveg við hliðina. Þessar 2 leiðir eru í sjálfu sér ekki tengdar. Það er að sækja ríkisborgararétt til Alþingis. Og þar erum við þá með þann verkferil í þinginu að allsherjar- og menntamálanefnd skipar svokallaða undirnefnd sem að fær þessar umsóknir til sín og fer yfir þær og leggur síðan fram frumvarp þar sem lagt er til að tilteknir einstaklingar fái ríkisborgararétt. Stóri munurinn í mínum huga á þessum 2 leiðum er það að annars ertu með bara mjög vel skilgreinda stjórnsýslu þar sem að stofnun fer eftir lagaumhverfi, hún er undir eftirliti síns ráðuneytis og það er fyrir fólki sem að fær þar meðferð, eru þá hefðbundnar kæruleiðir í stjórnsýslunni til ráðuneytis eða umboðsmanns Alþingis eða hvernig það er. Með hina leiðina sem er mjög ógagnsæ, byggð á svona verkferlum, ekki lagabundin eða neitt slíkt og þar eru teknar ákvarðanir og lagt fram í frumvarpi sem að fær í sjálfu sér ekki miklu umræðu í þinginu og það er aldrei rætt hvorki í þegar frumvarpi fer í gegnum og endanum allsherjar- og menntamálanefnd, þá er ekki rætt einstaklingana á listanum og heldur ekki í þinginu og þetta er eitthvað sem mér finnst bara full ástæða til þess að við skoðum og þetta hefur auðvitað verið skoðað nokkru sinnum í gegnum tíðina. Það var þegar Páll Magnússon, núverandi forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum, var formaður allsherjar- og menntamálanefndar, þá kallaði hann eftir skoðun og þá var farið í lagabreitingar, þá var sem sagt opnað þessi hefðbundna stjórnsýsla var opnað aðeins meira, var skerpt af henni og en eftir situr þessi leið sem er þessi hefð fyrir að gera
og við komum svolítið nýja að þessu, bara við erum nýju þingmenn, bæði stór hluti allsherjar- og menntamálanefndar og allir þeir sem að sátu í undirnefndinni gera þetta í fyrsta skipti. Grímur Grímsson, formaður, Jón Pétur og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Já. Og við setjum svolítið með þetta verkefni og ég var svona einhvern veginn að reyna líka að setja mig inn í þetta og skilja þetta ferli og við unnum þetta eftir bestu getu, bæði allsherjarnefndin og ekki síst það sem álagið var á og vinnanöll á þessari undirnefnd. En eftir stendur þarna í mínum huga svolítið að við erum með þessar tvær leiðir og mér finnst það ekkert sérstaklega heppileg leið að hafa þetta sem svona almenna leið einhvern veginn í kerfinu að geta bara valið að ég ætla að geta að sækja til Útlendingastofnunar að fara í gegnum ferlið þar, ég ætla bara að sækja til þingsins og taka minn séns einhvern veginn. Afbrigði, allar þjóðir hafa þessar leiðir, hversu málefnilegt sem það er, hvort sem það er Bobby Fischer eða einhver afbrigði sem það að leita. Það þarf að vera. Og það sem að ég sé í þessu er það að mjög reglubundið þarf að fara yfir lagaramann varðandi ríkisborgararéttinn, sjá hvort að hann sé nægjanlega opinn eða ofopinn eftir hvaða skoðun menn hafa og þá að uppfæra það þannig að hitt sé undantekningin. Þú veist, við getum sem dæmi sagt að þeir sem sækja til þingsins verða að vera búin að fá einhvers konar málsmeðferð í Útlendingastofnun, fá jafnvel nei þar áður en þeir koma. Í reglunum eru alls konar atriði sem gera ákveðnum aðilum bara mjög erfitt að fá ríkisborgararétt. Við getum tekið sem dæmi sem við sáum bara, við höfum séð bara mjög oft í umræðinni, það er aðili með mikla tengingu við Ísland, hann er kannski giftur Íslendingi, viðkomandi vegna starfa sinna býr ekki nógu lengi einu á Íslandi til þess að ná þessum lágmarkstíma sem eru 4 ára eða giftur Íslendingi og annað slíkt. Þannig að þetta skilur okkur eftir í þessu umhverfi sem er og við samþykktum það í nefndinni þegar að við lukum málunum í vor að við ætluðum að taka þetta mál upp í vetur. Og skoða þetta bara heildstætt og ég held að okkur öllum líði ekkit sérstaklega vel með að vinna í þessu umhverfi að því að við viljum hafa góða stjórnsýslu og við erum búin að búa til einhver 2 kerfi og annað þeirra lítur ekkit endilega svona hefðbundum stjórnsýslureglum. Það er að segja einhver sem var neitum frá þinginni getur ekkit kært það eða krafist gagna eða neitt. Engin svör. Nei og ekkit sett upp þannig. Þannig að það er ekki gott. Hvernig með þessa undirnefnd sem að nefndin sjálf skipar? Er hún bundin af einhverju verklagi eða er það bara þannig að ef það kemur umsókn þá er þetta bara já eða nei? Hún er ekki bundin af neinum sérstöku. Það er ákveðnar hefðir sem hafa verið í þessu og sumar þeirra sem að okkur hugnaðist bara ekki í nefndinni. Okkur fannst það ekki vera jafnræðis ekki gætt og annað slíkt. Geturðu nefnt dæmi þar Sko það eru svona sögursagnir sem ég vil kannski ekki vera endilega svona pólitískt bara menn er að velja sér eitthvað fólk inn, frekar heldur en annað og það vildum við ekki. Bara pólitísk hrossakaup einhvers konar? Það er það sem ég heyrði og við í nefndinni, já, alls konar þannig og við vildum bara stoppa í það. Við erum átt okkur á því að hvað við höfum það gott hérna á Íslandi, við erum semast númer 1 hjá Sameinuðu þjóðunum hvaða lífskjör varðar. Þannig að það er rosalega ásókn í ríkisborgararéttinn íslenska og hann er gríðarlega verðmæti. Við fáum mjög mikið umsóknum. Hvað er þetta margar bara til að síðastliði vor? Hvað er þetta stór stafn? Þetta var eitthvað hátt á 300. Sko, með börnum öllum var þetta 340. Það eru 50 sem að hlutu náðu fyrir augunefndarinnar. Já, það voru 50 og við settum okkur svona eins góða reglur og við gátum í þessu. Ég var fyrst bara á því þegar að þessi nefnd ætti bara ekki vera til þegar ég byrjaði að vinna þessi mál því að mér þótti þetta einhvern veginn sérstakt að við varum að fara með þessi mál því að þetta er líf fólk sem við erum með ákveðin leyti í höndunum. Sumar umsóknir þess eðlis að ef það fari ekki í gegn þá getur bara fólk endað í verulegu vanda og í lífshættu. Þannig að er eitthvað því til fyrirstöðu við leyfum fólki að vera hér þó við veitum ekki ríkisborgararétt? Það er alls konar flækjur í þessu að fólk er í alls konar stöðum sitt líf. Það er fjölskyldur sem er ekki allar hér, það er einn einstaklingur, svo er eins og Víðir nefndi áðan hérna, það eru tengsl við landið, við erum með fólk sem kemur frá löndum sem er ekki kannski hættuástand í landinu en fólki sjálft getur búið við hættu vegna pólitískra skoðana sinna. Þannig að það er mjög margt í þessu
sem að nefndin þurfti að taka tillit til og reyndi að setja sér ramma. Rammin eins og við nefnir hér ákveðna bara hefðir og við vildum vera eins hlutlæg og við gætum. Og þannig að það eru fullt af frábærum umsóknum sem komist ekki í gegn. Og frábærum allavega það sem mér þótti og svo náttúrulega verið með Grím og Kolbrún þarna líka og bara gott að vinna með þeim. En það sem í þessu, við nefnum hér að Útlendingastofnun með svona skýra ramma í þessari nefnd og eiginlega ekki hægt að hafa skýra ramma vegna þess að hver umsókn pínlítið einstök og leið og ekki komið skýra ramma þá hægt að jafnræði verið brotið því að þá komið einhvers konar mat nefndarinnar á því hver hlýtur náð fyrir augun nefndarinnar. Ég íhaldssamur með ríkisborgararéttin. Ég vil að það sé, íslenskur ríkisborgararéttur ákveðið heilagur. En auðvitað viljum við bæta samfélag okkar ef það fólk sem að sækja ríkisborgararéttin og því einhvern veginn búin einhvers konar hætta eða erfiðleikar að koma ekki til landsins og fá hann ekki gegnum Útlendingastofnun, þá höfum við alveg skoðað það sérstaklega, en almenna leiðin Útlendingastofnun. En þessi 50 manna listi sem var samþykktur í þinginu sumar, það þá bara listi yfir eitthvað úrvalsfólk sem að þið teljið að bæta einhverju við fyrir samfélagið umfram þá sem að ekki voru valdir? Já, maður getur náttúrulega ekki talað einhverja einstakar umsóknir, en það allavega allir þeir sem voru á listanum núna í vor sem var samþykktur eða í sumar reyndar. Það var farið mjög ígrundað yfir það og það voru alveg margir í viðbót sem við hefðum viljað sem held ég hefði verið svona bæting á íslensku samfélagi. Akkur tókuðu þá ekki? Það engin kvóta á ykkur? Nei, það var engin kvóta á okkur, en við vorum komin bara með það marga, hefðin ykkur 20%, við að gera þetta í fyrsta sinn, þannig að við reyndum að einskorða okkur við það að hafa þetta í einhverjum svona skorðum eins og hægt var og ég held að á listanum hafi enginn búið við hættu að fá ekki ríkisborgararéttinn og nú get ég ekki fullyrt alla sem eru á listanum, þetta eru mjög margir, en það hafi í raun allir sem hafa verið á listanum, þeir voru þá með atvinnuleyfi að dvalarleyfi, þannig þeir gátu alveg verið á landinu án þess að þeim væri búin einhver ógn ef að við myndum segja nei í þetta sinn. En hefði ykkur þá ekki verið bara lofa lagið að segja það fyrir enginn ekki, þið farið bara ekki um Útlendingastofnun eins og allir hinnir? Jú, það var í raun lang oftast afgreiðslan var svo sem að við höfum ef að fólk getur farið ekki um Útlendingastofnun, þá faraði þangað. En síðan eitt sem að Útlendingastofnun með eins og hálfs árs hala á eftir sér og segjum svo að þú ert búin að vera hérna í 7 ár og ef að Útlendingastofnun var ekki með halan, þá gætur þú bara að fengið sjálfkrafa ríkisborgararétt. Það voru einhver umsóknir sem voru þannig. Þannig að því að Útlendingastofnun vinnur svo náið með okkur, leið og Útlendingastofnun að hjálpa okkur að fara umsóknir. Hún kemur að þessu starfi þingsins? Já, hún hjálpar okkur og við fáum líka frá lögreglunni upplýsingar. Þannig að það allir með hreinar sakaskrár sem koma hingað. Það til dæmis bara viðmið sem við settum okkur. Að þá voru einstaklingar hérna á listanum sem áttu að fá greiðarleið gennum Útlendingastofnun en af því að halinn var 1,5 ár þá fengu þeir hjá okkur. Þannig þeir eru bara að flýta í raun og veru ferli sem að hefði óhjákvæmilega annars orðið. Það voru einstaklingar og maður helst ekki fara í neina sérstakar umsókn en það voru einstaklingar hérna á listanum sem áttu hefðu fengið bara sjálfkrafa í Útlendingastofnun og af því við erum að nýta hana, við höfum svona að pæli því núna fyrir, það er oft gert líka jólin að veita ríkisborgararétt. Leið og við þurfum að biðja Útlendingastofnun að vinna fyrir okkur upplýsingar, þá tefjast allir aðrir. Og það náttúrulega mjög vont, þannig við erum í smá klemmu, eigum við að biðja Útlendingastofnun að fara í þessi mál núna og þá seinka allir afgreiðslu þeirra og lengja halan. Þannig að það þarf bara alltaf fjölga mannskap þarna í Útlendingastofnun, þannig að við getum komið þessum halanir í 0. Já, þetta eitt af því sem er þetta skýringin á þessari stöðu sem við erum í núna og við náttúrulega hvorugur þekkjum í sjálfu sér hvort þessi staða með þessum hætti að við komum báður en núna allavega staðan að sem sagt, þegar þú uppfyllir öll skilyrðin og ert með bara að fara 10 einhvern þessu þá þarftu samt að bíða í 18 til 20 mánuði eftir að fá vegabréfið vegna þess að það eru bara 2 starfsmenn sem vinna við þetta og eru með þennan gríðarlega fjölda umsókna og sem auðvitað með vilja vanda þetta stjórnsýsluna að fara í gegnum þetta. Þannig að eitt af því sem við myndum kannski gjarnan vilja
er að efla Útlendingastofnun að þessu leyti að hún geti afgreitt þetta þannig að umsóknarfrestur, umsóknartíminn og umfjöllunartíminn væri kannski 2-3 mánuðir eða eitthvað slíkt sem ekkert óeðlilegt svona í stjórnsýslum að segja sko og þá geti þeir sem að væri að fá negið eftir 2-3 mánaða bið leitað náður þingsins með sín mál og eins og segi það verða alltaf dæmi fólk sem að fellur ekki inn í þennan lagarama sem að þingi þá samkvæmt bara getur gripið inn Já, og meina það segir bara í stjórnarskrána það er alþingi veitir ríkisborgarrétt. Í þessum 50 manna lista, nú er það þannig að þú sækir ríkisborgarrétt þá ert að framvísa íslensku prófi ef ég skil reglurnar rétt. Gengur þú skuggum það þetta sem að þessi 50 einstaklingar sem að eru hvaðanaf úr heiminum arabar, bandaríkjamenn, Evrópubúar að þetta fólk hefði lágmarkskunnátt í íslensku? Nei. Það er ekki, þessu leið sem að alþingi það er ekki þau skilyrði sem Útlendingastofnun setur sem að við þurfum að fólk þarf að uppfylla til að komast í gegnum alþingi. Við aftur á móti skoðum umsóknina mjög vel og reyndum að vera eins hlutlæg og við gátum og gæti eins mikils jafnræðis miðað við það að þetta er bara fólk hérna og þaðan úr heiminum að þetta er mjög mikil ábyrgð sem felst í þessu og eins og ég sagði áðan að ég hugsaði þetta ábar ekki verið í gangi en ég kom inn á það skoðun að þetta þarf að vera til að fólk komist hér og geti öðlast ríkisborgararétt út af einhverjum sérstökum aðstæðum. Meginleiðin er Útlendingastofnun en þingið á að geta gert þetta og það verður á meðan þetta er hlutlagt og það er hægt að vega og meta á þessi meiri rétt en hinn. Það er alltaf erfitt og það verður einhver brotalína og þar verður einhver núningur og ágreiningur það hvort að einhver ætti frekar að heima eða hvort í landinu. En nú leyfi ég mér í ljósi þess að hún hefur talað það opiðskátt sjálf, Joan Blank, þessi ágæta kona sem ég ræddi við. Þannig að ég held að það sé í lagi að við ræðum það mál sérstaklega. Þegar þið farið yfir þessar umsóknir og þið tækið þessar ákvörðun sem að síðan fer fyrir nefndin og svo fyrir þingið, þá eru þar til dæmis 7 íþróttamenn, 6 körfuboltamenn ef maður rétt og 1 handboltamaður. Sumir þeirra hafa verið jafn lengi á Íslandi og þessi hjúkrunarfræðingur. Eftir því sem ég best veit að þá er þetta fólk ekki með mikla íslensku kunnáttu, enda íþróttarhreyfingin í körfuboltunum keyrður á ensku að stærstu hluta. Ef þetta var hlutlagt mat og ef þið voruð að reyna að leggja mat á stöðu að þetta væri fólk sem að skipti miklu mála að fengi réttinn. Hvernig gat nefndin komist þeirri niðurstöðu að íþróttamenn eins ágætur þeir eru vægið þyngra á vogarskálunum heldur en gjörgæslu hjúkrunarfræðingur sem að framvísaði íslensku prófi? Það fylgdi umsókninni. Mér langar kannski áðan að Jón Pétur svarar svona kannski þá er þetta akkurat það sem ég nefndi á með sko gagnsæið og með svona stjórnsýsluferlið að nefndinni setti bara þessa erfiðu stöðu að eiga skipana, hún eigi að vera byggð á einhverjum hefðum, hvað hefur verið gert og það er ekkert verklag sem er samþykkt af þinginu eða samþykkt með einhverjum formulegum hætti sem nefndin fær. Þeir fá bara svona hafa bunga og segir bara gera eitthvað besta. Þess vegna er mikilvægt að þingið svarið því. Já, og það er það sem við viljum gera. Það er í gangi að því að eftir að við byrjum þetta viðtal við ekki gríðarleg viðbrögð. Menn spyrja sig bæði innan Landspítalans en líka utan að segja hvað er þingið að hugsa? Hvaða hagsmuna er verið að gæta þegar að þessi manneskja henni er kastað út fyrir hringinn en síðan aðrir fá réttinn sem er eflaust hið ágætasta fólk en er að sönnu ekki að sinna verkefnum sem að skipta eins miklu máli fyrir Íslands þjóðfélag. Já, hver umsókn og þú tekur saman ykkur íþróttamenn en þeirra umsóknir eru sérstakar hver og einn menn hafa... Einn þeirra er þetta frá manni sem að kemur hingað 2023. Já. Sama ár og Joan Blank. Akkurat og þær og maður vil helst ekki, ég vil bara ekki tala einstakar umsóknir nema hún er náttúrulega búin að ræða Joan sjálf. Já, ég skil það vel. Já, að þær umsóknir eru, bursi frá tímalengt hvernig þær kom inn, þá eru þær einstakar og sérstakar. Þannig að við getum bara ekki rætt á það sem er náttúrulega í þessu að þetta ógagnsæi sem veldur tortryggni. Nú erum við að auka á gagnsæið með því að ræða þetta. Sem er gott og bara fyrir almenning að heyra þá í okkur. Menni, ég siti í nefndinni, við fórum yfir umsóknir og ég vil ekki segja hér í sjónvarpinu að einhverjir hafi verið alveg við það að komast inn eða ekki komast inn og þarna munar hinn á þessu. Í þessu, og við erum náttúrulega mannleg, við getum líka gert mistök en
fólkið er búið að vera hérna, að þú nefnir að því hún er til umræðu, hún kom hérna 23, búin að vera stutt, hún kemst í gegnum Útlendingastofnun, menn þú veist, það er alveg hægt, það er engin pressa á henni, hún er með atvinnuleyfi og dvalarleyfi og það er engin ógn sem steðjar að henni, hún bara sinni sínu verki frábærlega og er mikill fengur fyrir Ísland, hún sé á Íslandi. Ég vil samt eiginlega ekki tala hana því þetta er aðeins erfitt sko. Já, ég skil hvað það fara en staðreyndin er þó svo, þú kemur náttúrulega frá almannavörnum eins og alls þú veit og ég að fara að ræða hér á eftir við Runólf Pálsson, forstjóri Landspítalans. Við vitum að við erum að reyna að fá fólk til landsins, það er skortur á fólki með sérstaka þekkingu til að sinna okkar veikasta fólki. Þessi kona er hér og leggur sér líma við það, hún er búin að leggja á sig að læra þetta tungumál. Er þetta ekki fólk sem ætti að vera í forgangi? Og þá er ég ekki að hugsa hennar hagi persónulega heldur hagi okkar Íslending því að við höfum hag af því að hafa þetta fólk inn á sjúkrahúsunum að sinna okkur. Þannig erum við til dæmis komin aftur í þennan lagateksta sem Útlendingastofnun vinnur eftir að það er til dæmis þeirra vinnulaga er bara tímalínans, það er að segja bara en ekki þingsins. Nei, en eins og ég segi, þú veist að það er eitt af því sem að maður kannski myndi vilja gera í lagatekstunum, segja, herðu, er eitthvað í umsóknunum sem að berast sem segja okkur, herðu, þetta er eitthvað sem ætti að vera í forgangi. En þetta blasir við. Já, en þú ert á almannavörnum með Jón, ég trú ekki öðru en að þú sér sammála því að þegar við erum með skort á sérhæfðu fólki til að bjarga mannslífum. Það þarf ekki. Ég veit að Víðir vill það alveg líka. Við erum fyrir ekki þau bara, við erum alveg sammála þetta, en það er náttúrulega líka þannig að eins og Jón Pétur er búin að segja og eins og nefndin hefur alveg upplýst okkur í allsherjar- og menntamálanefndum að einstaklingar sem að voru ekkert í hættu að vera eins og þessi kona og það eru upplýsingar sem hafa komið fram í viðtölu þínum við hana, þá er ekkert sem bendir til þess að við séum eitthvað að fara að missa hana úr landi. Hún bara segir það nákvæmlega. Það er dvalarleyfin er ekki að fara að renna út, atvinnuleyfin er ekki að fara að renna út. Ég skil vel að hún vilja vera íslenskur ríkisborgari, við skiljum það vantilega. Máli snýra því að hún sækir ríkisborgari rétt fyrir dótturinnar. Dótturinnar missir þessa vörn sem að atvinnuleyfið hennar veitir í maí næstkomandi. Þannig að þá er hún landlaus. Þá er hún í raun og veru ferðamaður á Íslandi þó að móðurinnar sé hér með húsnæði sitt og bílinn sinn og alla svona skuldbindningar. Það er erfitt að því að við erum einhvern veginn að reyna að forðast að tala um einstakt mál en auðvitað... Ég sé hvað ykkur líður vel með þetta. Já. En þú veist bara alveg bara kalt og heiðarlega þá auðvitað vildi maður geta haft þannig að eins og svo sem bara hefur verið reynt í kerfinu, bara eins og undanþágu fyrir námsmenn og hana sem er að koma og það er undanþágu fyrir sérfræðinga sem er að koma, var þetta atvinnu og dvalarleyfi. Auðvitað, þú veist, ef við verum að reka okkur á okkur að galla í þessu kerfi sem að voru setti til þess að draga svona einstaklinga til landsins, ef að það er galla á kerfinu að börnið þeirra sem eru 18 ára einhvern veginn hafi ekki skjól, menn þá er það miklu frekar fyrir okkur að kíkja á lagaramann í því heldur en að fara að halda áfram í hinu. Ég vil að við tökum lögin í skoðun. En það fengur 7 íþróttamenn, bara flinkir íþróttamenn sem að spila hér með íslenskum félagsliðum, fengur ríkisborgararétti utan hins hefðbundna ramma. Hvaða rök hníga að því að gera slíkt? Nei, allir megnið að þeim hafi ekki verið, maður vill ekki tala um þetta svona persónulega en... Eitt er að koma hingað 2023, bara svo dæmi sér ekki, hann er ekki hættu, ég veit alveg frá hvaða landi hann kemur. Já, en það getur verið eitthvað í hans umsókn sem við getum ekki rætt um hér, en það sem þú nefnir... En hvað getur það verið í svona umsóknum sem kallar á ríkisborgaréttin ef þeir kom ekki frá landi sem er hætta, sem er stafar hætta? Það eru alls konar atriði sem geta komið fram og fólk og umsóknir fólks eru síðan misjafnar. Fólk fær ekki alltaf aðstoð við að sækja til Alþingis. Það er fólk sem að, ég vil ekki taka dæmi úr því sem við fengum núna síðast, en það er kannski fólk sem er búið að handtaka föður og systur í einhver landi sem er ekki stríðsár land og einstaklingurinn getur þess ekki umsókninni, svo heyrir maður það annars staðar frá að hann sé einhvern veginn, og við erum ekki með neina rannsóknarskyldu, við skoðum ekki umsóknina sem slíkar. Við skoðum það, en við förum ekki að rannsaka eitthvað dýpra heldur en umsóknina eru. En þeir eru væntar ekki að taka ákvarðanir varðandi veitingu ríkisborgararéttar út frá einhverju sem þið heyrið einhvers staðar annars staðar? Alls ekki, en það sem er í þessu er það að fólk kannski, og við þurfum staðfest eitthvað á því, það er ekki nóg að koma bara eitthvað plagg sem er bara, getur verið búið til í einhver gervigreind, Þannig við reynum að staðfesta það sem að kemur til okkar og það er alls konar,
ef að börn eru að ræða, þú veist, eru foreldrarnir búin að skilja, hver með forræði, þú veist, þetta er alls konar, þetta er flókið. Þetta ekki einfalt mál. Nei, en bara til að ítreka það sem að þú nefndir hérna áðan, sem að mér finnst alveg skipta máli, að nefndin er ekki bundin að neinu. Og við þurfum að setja okkur vinnureglur sem við höfum gert í nefndinni og það er ákveðin svona, ég myndi segja, væri ákveðin viska í því að setja okkur, ef það er ekki sett inn í lagateksta fyrir Útlendingastofnun, að við getum skoðað umsóknirnar líka með tilliti til þess hvort að þetta sé verulegu fengu fyrir Íslands samfélag og þetta er svona eitthvað sem að þá ef einhver sækjur þó að hann uppfylli ekki tímaskilirinn eða að það sé einhver hætta búinn í landinu. En getur þú, Jón, ekki bara gert það inn í nefndinni? Þú situr þarna með mig og segir, heyrðu, hér er bara manneskja með sérþekkingu á heilbrigðissviði sem er skortur á, þetta getur bjargað mannslífum. Inn með leikmanninn, inn á með hann. Þetta ekki bara körfuboltamennina, inn á með hann. Við ræddum auðvitað bara meira og minna flestar umsóknirnar svona. Þeir sem að komið til gegnum Útlendingastofnun og þurftu þá að bíða ykkur tíma, Útlendingastofnun tekur það fólk. Hina sem eru með ykkur, það er ykkur tímapressa eða eitthvað í gangi með það reynum við þá að skoða ítalega og skoða þá hvort það sé ykkur sakaskrá sem er hérna og það hjálpar auðvitað fólki að tala íslensku auðvitað. Greinilega ekki. Þetta er það nú erfiðasta próf sem við getum komist gegnum í lífinu þar að tala þetta tungumál sko. En það er erfitt að tala svona einstök mál. Það er mjög erfitt en það er nú þessum þegar mér barst þetta til eyrna og þessi ágæta kona sem er mjög feimin við að bera sín persónulegu mál á borð ákveður að tala við okkur. Þá horfir maður sem almennu borgari á þetta og segir er þingið ekki þannig stillt af að það hugi að hagsmunum þjóðarinnar sem fyrir maður hefur það einhvern veginn á tilfinningunni í sambandi útlendingamálun og landamæramálin að þetta snúist alltaf réttindi þeirra sem að hingað koma frekar heldur réttindi þeirra sem fyrir Nú ertu opna bara inn á svo alltaf skemmtilega landamálin. Hún er ekki skemmtileg vegna þess að við sjáum þetta bara við sjáum því miður of lítið af fréttum en við erum að sjá skelfilegar afleiðingar af opnum landamærum þar sem menn hafa ekki haft yfirsýn yfir það hverjir og komin í löndin. Stjórnmálamenn taka þessar ákvarðanir, berja sér á brjóst og segja sjáu hvað við erum góð, við getum hjálpað þessu fólki efnahagslega burði til þess. En í þessum hópi, lágt hlutfall vonandi víðast hvar, eru einstaklingar sem að síðan brjóta af sér, ekki bara með innbrotum og öðru slíku, heldur hreinlega með nauðgunum, morðum og öðru slíku. Yfir okkur dælast fréttir á hverjum einstætt degi frá Evrópu þetta. Og þá spyrir maður sig, hverra hagsmuna eru stjórnvöldin að gæta sem að treystir fyrir landamærunum? Við erum að fjalla þetta bara nákvæmlega þetta svona lagarama í kringu þetta í nefndinni akkurat núna það sem að frumvarpum það sem er kallað afturköldun og alþjóðlegri vernd það sem er meðal annars verið að fjalla það þeir sem brjóta alvarlega eða ítrekað af sér það setja afturkalla verndina og vísa þeim þannig úr landi og það er auðvitað bara við vitum líka bara að það er búið að vera í samráðsgátt frumvarp brottfarastöð og ýmislegt þannig og dómsmálaráðherra hefur sagt það, hún sé búin að taka málaflokkinn til mikillar skoðunar og sé að koma með fleiri frumvarp og við vitum það bara fyrir ráðherra Guðrún Hafsteinsdóttur setti fram stefnu í málaflokknum undir lok síðasta árs og margt mjög gott þar sem að hægt er að vinna með þannig að það er margt að gera. Brottfarastöðin er það sem að köllu að lokað búsetúræði á síðasta kjörtímabili, er það ekki rétt? Já, ég held að það sé verið að tala sama hlutin en kannski með sikkurum hættinum og við erum einmitt bara að kynna okkur þau mál, frumvarp er ekki komið fram en við erum að kynna okkur hvernig þetta er gert í öðrum löndum og sjáum bara það, við getum lært mjög mikið af löndum sem að við treystum okkur alveg til að berga sama við eins og til dæmis Holland sem hefur gengið mjög framalið þessum málum og önnur lönd sem að þetta er í sko. Aðeins að ríkisborgararéttinum aftur að það er auðvitað fullt af fólk út í heimi sem er með þekkingu sem að Íslendingar getur notað vel. Við getum veitt þeim atvinnuleyfi og dvalarleyfi og síðan ef við ætlum að fara út í þannig að jafnræðis ekki gætt, þá myndi maður vilja að það yrði settar þá einhverja svona reglur varandi það að þeir sem eru íslensk atvinnu kallar eftir eða eitthvað slíkt, að þeir hafi þá raðist ofar og nú spurning með ef þú farir ríkisborgararéttin sem er ofboðslega heilagur held í augum okkar allra. Verður aldrei að þeir tekin. Já, akkurat. Að hvort það sé einhverja skuldbindingar sem fylgir því kannski, eða þú kemur hingað segjum bara að þú komir hingað sem einhvers konar sérfræðingur sem er mikil þörf á og svo getur bara farið aftur til þíns gamla heimalands
Meina, við höfum enga tryggingu fyrir því, þannig að þú veist, þetta alveg svona mál sem þarf aðeins að við þurfum að velta þessu fyrir okkur, auðvitað eigum við að reyna að skapa þannig samfélag að við fáum til okkar fólk sem bætir við samfélagið, það akkur í því, auðvitað og flestir gera það nú, en þú nefnir hér alls konar óþjóðalíð sem hefur komið, en ég ætla að fullyrða það að þeir sem að fengu núna síðast Þú berð ekki ábyrgð á því? Jú, ég ber á en, Ekki óþjóðalíðnum? Nei, ekki óþjóðalínum, en það sem auðvitað getur alltaf gerst, sem að við vonum ekki að fólki sem fekk núna ríkisborgararétt í síðasta sumar, það geta allir einhvern veginn mistið í sig, en vonandi séð að við fórum mjög vel yfir þar umsóknir, varðandi hvernig fólk hefur hagað sér og verið, að ég tel litla líkur á því að það fólk auðvitað geta allir, ég get farið út og rænt banka eftir og verið handtekinn sem þingmaður, fyrsti þingmaður sem rænir banka. Vonandi að sé það ekki þannig. Svo vita sé. Svo vita sé, já. Nei, en sko ég held að þetta búið mjög góð umræð hjá okkur og mjög mikil og bara takk Stefán fyrir að þú bjóða okkur að koma og leiða okkur að ræða þetta hérna. En það sem að aftur langum við bara að koma að þessu sem ég nefndi í upphafi sko að það krafa samfélagsins að það sem ákveð og hefur áhrif á sko fólk, bara eins bein áhrif og mögulegt getur, að allt í kringum það sé gagnsætt, það sé þetta rökstyðja og færa og fólk hafi mögulegan á því að segja, herðu, mér finnst ég hafa hlotið hér sko, óréttláta meðferð og ég get leita rétta míns. Leið þingsins ekki þannig. Nei. Og þess vegna held ég að við þurfum að finna leiðin og þessi varnagli gríðarlega mikilvægur, hann líka bundinn í stjórnarskránna, að þingis eigi að veita ríkisborgararétt. Við erum búin að fela framkvæmdarvaldinu ákveðna framkvæmd í því, við þurfum að styrkja þá framkvæmd á sama tíma að teki undir þessi Jón Pétursson með þessi heilagur réttur að fá ríkisborgararéttinn og ég alveg sammála því. En við þurfum líka að ekki bara fyrir þá þingmenn sem nefndir núna, heldur þingmenn framtíðarna sem að koma að þessu, þurfa að búa til ramma og umgjörð að menn geti unnið þetta af heilindum og eins hvað segir maður svona gagnrýnist laust og mögulegt Og ásóknin hingað mun bara aukast ef að líkum lætur. Aftur þessu máli sem að ekki má ræða en má þó ræða því að Jón hefur rætt við okkur. Gerði þingið mistök með því að veita ekki ríkisborgararéttinn miðað við þær upplýsingar sem nú liggja fyrir? Það ómögulegt að segja, þú veist, maður getur horft í baksinn í speilin og Ef hún sér sig núna til að fara vegna stöðu dóttur sinnar og hún hættir á mikil missi fyrir Landspítalann og okkur að missa svona hæfa manneskju landi og vonandi verður það ekki, sko, en Og það alveg, það voru því miður, sko, margir á listanum sem að fengu ekki hvaða ríkisborgararétt varðar, sem að einhverjir sem hefðu komið mikið fjármagn í landið, einhverjir sem hefðu kannski bætta varandi listir, einhverjir sem hefðu varandi íþróttir, varandi hitt og þetta. Almennt það bara Útlendingastofnun sem að afgreiða þessum umsóknir. Við erum svona varnaglinn og ventillinn sem getur tekið af einhvers svona mál sem eru mikill hraði eða asi sem þarf að koma í gegn eða eitthvað mjög sérstætt. Við erum með blaðamenn sem hafa voru ásóttir erlendis og þeir hafa fengið ríkisborgararétt. En þetta alltaf, við setjum ekki fólk inn í Excel-skjöl, þess vegna þurfum við hvert málið svolítið einstakt. Auðvitað eru mörg keimlík þegar við skoðum þau, en það samt þannig að ég held að það væri gott að þingið haldi áfram og við búum til samt meiri ramma án þess að við séum algjörlega negld þannig að rammi segir bara, heyrðu, þú kemst ekki inn, samt sem áður það bara, þú veist, sitjandi önd að skjóta að þessi á að koma inn, sko. Þú spyr hvort að það hafi verið mistök. Það eru alls konar mistök sem eru gerð. Ég get ekki svaraði heldur hvort þessi mistök eða ekki. Þessi kona að leggja virkilega á sig fyrir íslensk samfélag. Hún mjög góður fengur fyrir samfélagið og vonandi bara verður hún íslensku ríkisborgararétt, að færi íslensku ríkisborgararétt sem fyrst. En svo það líka eitt sem ég var að hugsa mál sem komst í fjölmiðla að
þú veist, jafnræðið kannski ekki, þú fréttir af þessi, þú gæti fréttað 9 mála á morgun. Ég meina það bara, og því miður höfum við séð í sambandi við landamæramálinu og útlendingamálinu, ofan í ákvarðanir tekna sem byggja einhvers konar pólitískum þrýstingi og einhverjum moldviðri. Akkurat. Og þá ekki verið að hugsa hagmuni íslensku þjóðarinnar heldur einstaklingshagsmuni fólk sem hingað drífur að. Það eru ágætis sjónarmið og allt góð með það, en það mun sjaldnar sem að menn spyrja spurningarinn úr þessar áttinni, hverju bætir þetta við fyrir okkur, fólkið hér í landinu. Ég vona persónulega að ég lendi frekar á körfuboltaleik heldur en á gjörgæslunni. Ég sé að þingið með þá fólkansröðun líka. Þannig að við... Ég ekki sammála þessu, Stefán Einar. Nei, það auðvitað, fyrir okkur öll, þá auðvitað það að geta mannað þessar stöður, þar sem okkar viðkvæmast og veikasta fólk skiptir auðvitað mjög miklu máli í þessu. Og það auðvitað mjög leitt ef það hefur orðið þannig að þessi kona sé hugsanlega fara frá okkur vegna þess að dóttirinnar geti ekki dvalið í landinu lengur, en það þá bara sérstakt úrlausnarefni sem hægt þá að vinna í, þá orðið gat í lagakerfinu sem að við getum þá hugsanlega bætt með því að breyta lögunum í staðan fyrir að vera einhvers staðar í bútasaumi. Já, þú veist, eins og við erum í þessari nefnd, eins og við segja, það sem við verum að setja þingmenn í bara vonda stöðu að vera ekki að vinna eins og stjórnsýslan á að vinna með gagnsæju ferli þar sem að gættir jafnræðis, það meðalhófið, lögmætið og allt þetta sem að skiptir svo miklu máli í stjórnsýslun okkar, að við erum að setja fólk í vonda stöðu að sitja uppi með þessar ákvarðanir. Og ég myndi ekki stilla þessu upp að því þessir sem þú ert bara nefna íþróttamenn, að þeir eru líka bara ekki stáð út í samfélaginu og eru bara og þeir eru vel að þessu komnir og þetta ekki tilnæmt til þess að gera lítið. Nei, þú ert að bera saman og það komið fordæmi. En ég leyfi mér hins vegar að fullyrða að það mikilvægara fyrir Íslands samfélag að hafa öflugan gjörgæslu og hjúkrunarfræðinga í landinu heldur en körfuboltaleikmenn. Og það er spurningi sem ég að varpa fram. Akkurat, og en umsóknirnar eru eins og þær eru einstakar hver umsókn og við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig þetta Þið ekki öfundsverða þessu matið auðvitað og ég sé að þið berið ykkur illa, ég hef fulla samúð með ykkur. Ég berið mig vel. Þeir sem Pétur verið báðir með ríkisborgarétt hérna. Það engin ástæða til þess að vorkina okkur neitt. Við bauðum okkur fram til þess að starfa, vorum kjörnir og okkur falið þetta umboð og við erum bara að reyna að leita leiða til þess að vinna vinnun okkar vel og uppfylla það sem að við teljum heldur við sem sammála bara eðlilega kröfur samfélagsins málsmeðferð allra mála, það sé þessi svona grunnreglu samfélags okkar séu augljósar í okkar vinnu eins og allir. Og sem betur fyrir Ísland bara þannig land að fólk vill koma hingað, við erum frekar öruggt land, við erum ríkt land. Já. Hér þú veist ókeypis heilbrigðiskerfi og menntakerfi. En það þarf að varðveita það. Akkurat. Og það líka ykkar verk. Það okkar líka að gera það. Og bara ég vil þakka þið fyrir umræðinu því að það skiptir svo miklu máli, þú veist, að hvarlaði ekki að með sekúndubrot að koma ekki hingað. Við viljum ræða þetta. Mín öll ánægjum til með koma þeim skilaboðum til utanríkisráðherrans. Ég búin að vera að biðja að koma hingað alveg frá því að hún tók við embætti en hún svarar ekki tölvupósti. Þið hnippið hana fyrir mig. Ég veit að þið hittið hana gjarnan. Víðir Einarsson, Jón Pétur Símsson, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Við erum eins og ekki hægt, ég ætla að ræða hér við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans eftir örskamma stund. Þar mun málefni Johan Blank koma við sögu, eðli máls samkvæmt. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafeni og örninn.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Víðir Einarssyni og Jóni Pétri Símsen fyrir þeirra framlag í þessa umræðu. Ég ætla að halda henni hér aðeins áfram, þar að segja máli Johan Blank og Landspítalans í raun. Hingað kominn Runólfur Pálsson. Hann fer fyrir stærstu og umfangsmestu starfsemi ríkisins. Ég held að ég geti fullyrt að Landspítalinn sé stærsti vinnustaður landsins og mig langar til að ræða við hann þessa stöðu og hvernig við getum kallað öflugt fólk til starfa í þessa mikilvægu þjónustu, bæði Íslendinga en líka útlendinga sem að hér vilja sitjast að. Blessaður Runólfur. Sæl.
Í liðinni viku birtum við þetta viðtal við þessa ágætu konu, Joan Blanc frá Bandaríkjunum. Þekktir þú þetta mál þegar við opnuðum á það? Ég veit að þú ert með yfir 6.000 starfsmenn. Já, reyndar yfir 7.000. Yfir 7.000, já. En nei, ég þekkti ekki til umsóknar hennar ríkisborgararétt og ég verði að viðurkenna mér rak í rogastans þegar ég sá þessa umfjöllun og þetta viðtal. Vegna þess að þarna einstaklingur með frábær starfskraftur, með mikla sérþekkingu sem við þurfum á að halda í íslensku heilbrigðisþjónustu og í íslensku samfélagi og maður skyldi ætla að við sæktumst eftir því að styðja við svoleiðis fólk þannig að það geti lifað hér eðlilegu lífi komandi ár og þegar tekin afstæða til umsóknar ríkisborgararétt þá skyldi maður ætla að þættir af þessu tagi hefðu mikla þýðingu og að æðstu ráðamenn þjóðarinnar þeim væri kunnugt mikilvægi þess að einstaklingar með svona menntun og færni að horfa til þess þegar það verið að taka ákvörðun að veita ríkisborgararétt. Það skortur á þessari sérþekkingu. Þú ert ekki með langan katalóg af gjörgæsluhjúkrunarfræðingum til að ráða til starfa, veit ég. Nei, það skortur á þessu fólki. Þetta er fólk sem hefur sérmenntun á sínu sviði, hjúkrunarfræðingar, sem afla sér frekari þjálfunar og þetta gríðarlega krefjandi starf og ekkert fyrir alla. Þannig að það sannarlega skortur á þessu fólki og það skortur almennt á starfsfólki innan heilbrigðisþjónustunnar, hér sem annar staðar. Og ef við horfum bara til annarra landa og ég held að íslenskir heilbrigðisstarfsmenn sem hafa stundað nám á erlendum sjúkrahúsum þeir vita vel að þar fjöldi fólks af erlendu bergibroti við störf sem hefur náð mismunandi góðum tökum á tungumáli viðkomandi þjóðar. Þetta bara veruleiki sem hefur verið áratugum saman annars staðar. Við höfum kannski ekki búið mjög svo við hann fyrir kannski á síðustu 10-15 árum en í dag eru 11% af starfsmönnum Landspítala með erlend ríkisfang. Í þessu tilviki erum við þess með konu sem talar íslensku, hefur hér tengsl áratugi aftur í tíman. Tungumálið væntanlega oft einn helsti þröskuldur. Já, þetta bara úrvals starfskraftur fyrir spítalann og fyrir samfélagið. Þannig að auðvitað eigum við að leita allra leiða til þess að tryggja svoleiðis fólk í okkar samfélagi og ein leið til þess auðvitað ríkisborgararéttur þegar fólk sækist eftir því. Það tilgangur með því að væntanlega sá að vera hér komandi ár hluta af íslensku samfélagi. Hvernig þetta almennt? Eins og segir, þetta 11% starfsmanna. Við myndum vilja fá fleiri erlenda sérfræðinga til starfa hér. Kostur í ákveðnu greinum bara viðvarandi skortur. Ég veit til dæmis bara í réttarmeinafræðinni hefur við þurft að sækja menn og fljúga mönnum hér fram og tilbaka milli landa. Þetta á við fleiri svið. Hvað gerir spítalinn? Hvaða tæki og tól hafiði og hvaða umhverfi eitthvað búið í þessum efnum? Já, aðeins áður við komum að því að þetta alveg rétt að við þurfum á þessu fólki að halda í vaxandi mæli. Samfélagið okkar hefur verið að stækka mjög síðustu 20-25 ár. Fólki fjölgaði meir en 100.000. Stór hluti af því reyndar innflytjendur. Umtalsverður hluti af þeim sem af erlendu starfsfólki á Landspítala vinnur ófaglært fólk. En svo þurfum við líka á faglæru fólki að halda vegna þess að við menntum ekki nægilega marga. Eftirspurn eftir þjónustur alltaf að aukast, það að þá voru samskipti við notendur þjónustunar, þau jukust 22% frá 2019 til 2024. Starfsfólki fjölgaði 15%. Það líka ástæði fyrir því að aðrar ástæði fyrir við þurfum meira starfsfólk, það stytting vinnuvikunar. Betri vinnutími vaktavinnu sem var hluti af því verkefni 2021, sneri að vaktavinnu fólki, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðrum. Leiddi til, styttingin var 10%, en mönnunargatið sem skapaðist vegna jöfnunar vinnuskila og verkefna af slíku tagi var 17-18%. Þá meina ég minnkunin á framlögðum vinnustundum
þeirra sem voru við störf. Og það myndast bara gat? Myndast stórt gat. Þetta kallar á ennþá frekar á þá erlend starfsfólkum sem við höfum ekki nægilega mikið af því á Íslandi. Samt sem áður ef við tökum til þess bara lækna og hjúkrunarfræðinga þá erum við ekkert verr sett en önnur lönd, sko ef við horfum á fjölda þeirra með íbúafjölda. En styttingin örstutt, styttingin sem var ráðist í, sem eru þetta lífsgæða auki fyrir starfsfólkið og lítur að skipta máli og allir sína því skilning. Sannarlega. En gerðu með sér grein fyrir því hvers konar gjá myndi skapast í rekstrinum þegar að farið var út í þetta? Höfðu menn yfirsýn yfir það til eftir? Ég held að menn hafi ekki gert sér grein fyrir því, ekki þeir sem stóðu að þessari breytingu og sömdu hana. Menn horfðu til ýmissa leiða til þess að mæta þessu mönnunargati en hversu umfangsmikið það var held ég að menn hafi ekki séð fyrir. Þannig að við vorum í miklum hremmingum hérna 2022 og að því þú talar nefnir sko hvaða leiðir við höfum að mér fannst þetta ferli í kringum ráðningu fólks erlendis frá vera mjög svifaseint og erfitt viðuregnar á þeim tíma, nákvæmlega þegar við þurftum mjög mikið á þessu fólki að halda. Þannig að við réðumst í það að skapa alþjóða teim innan spítalans og starfskraft sem að sko bara vinnur stöðugt við að aðstoða þá sem er standi í þessu ferli, þessu leyfis umsóknarferli og umsóknum dvalar og atvinnuleyfi. Og þarna erum að ræða útlendingastofnun, annars vegar og svo embætti landlæknir sem að veitir starfsleyfið. Sko þeir sem eru í erfiðustu stöðunni gagnvart þessu eru fólk utan Evrópska efnahagssvæðisins. Vegna þess að það er þannig að ef þú ert með starfsleyfi innan, og það er bara Evróputilskipun að baki því, innan þess svæðis að þá áttu heimting á því að fá viðurkennt starfsleyfi í hvaða landi sem er. Það gerist í raun sjálfkrafa bara? Já, nánast. Já. Og vissulega farið yfir gögn viðkomandi en það gengur greiðlega í gegn. Ef þú ert utan þessa svæðis þá þarftu að fá dvalar og atvinnuleyfi sem útlendingastofnun veitir og það tekur ákveðin tíma. Svo er lagt mat á þitt nám og við útgáfu starfsleyfisins og það fer fram hjá viðkomandi háskóladeild og það eru 60 dagar sem er ráðstafað bara í það ferli. Nú, þeir þá innan Háskóla Íslands? Innan Háskóla Íslands, já. Þeir sem eru innan Evrópska efnahagssvæðisins í þeim löndum að þeir geta sendt gögnin sín rafrænt. Þeir sem eru utan við, þeir þurfa að fá frumgögn stimpluð og þeir þurfa að gera grein fyrir jafnvel hverju einasta námskeiði. Og sko jafnvel þó að fólki finnist þetta nú ekki vera kannski stórt mál fyrir einhvern einstakling, þá get ég ímyndað mér að skrifstofu skóla fái fjöldar allan af slíkum erindum og þetta taki bara umtalsverðan tíma og þetta er mikill höfuverkur. Eru þetta kröfur sem eru óþarfar? Já, mér finnst sko ansi langt gengið að vera að meta hvert einstakt námskeið vegna þess að ef við horfum á þá sem að koma frá löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins að þá er nú nám í þessum heilbrigðisvísindagreinum. Það getur verið einhver breytileiki í því. Munur á því hversu marga stundum er ráðstafað til hinna á þessara námsþátta. En þegar að umræða og þessi einstaklega fá samt sem áður starfsleyfi hér vegna bara sem grundvallast á þeirra starfsleyfi í heimalandinu. Þeir sem að koma frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins að þar er mjög ítarlega yfir allt fyrir nám og mátað við það nám og þá námskrá sem að hér er fyrir hendi. Og ef það er einhver frávik þar að þá kannski gera athugasemd við það. Þannig að mér finnst sko það er þannig að þetta fólk hefur kannski færni sem er alveg sambærilega þeirri færni sem að okkar starfsfólk hefur. Þannig að þetta er svifaseint ferli, svo er hópur sem að er vert að nefna líka sem eru makar Íslendinga, Íslendinga sem eru frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins. Þeir geta fengið nánast sjálfkrafa kennitölu eða flytja hingað með sínum íslenska maka og atvinnuleyfi, en ef þau þurfa starfsleyfi þá þurfa þeir að fara í gegnum embætti landlæknis og í þeim tilvikum gerir embætti landlæknis kröfu staðfestingu útlendingastofnunar á því að þeir hafi atvinnuleyfi. Þannig að það er komið flækjustig í mál einstaklingar sem eru bara að flytja með sinni fjölskyldu til heimalands makans og hafa þessa menntun og færni. Þarna geta liðið margir mánuðir. Nú eitt af því sem að margra mánuða bið eftir þessu svarið eða staðfestingu? Já, það getur verið nokkra mánuða bið hjá útlendingastofnun eftir að fá þessa staðfestingu og þá fer málið til embættis landlæknis.
Þannig að þetta ferli, ég teka fram að við höfum verið að vinna öttulega að því að reyna að flýta þessu málum eins og hægt og með því að veita þennan stuðning innan spítalann, skapa tengingu við Útlendingastofnun, embætti landlæknis og ég hef ekkert annað en bara gott það samstarf að segja. Fólki sem starfar hjá þessum stofnunum tekur þessum erindum mjög vel eðlilega, en það eru bara þeir ferlar sem eru fyrir hendi sem að mínum að þið þyrfti að endurskoða vegna þess að þörfin brýn. Horfum til Bretlands. Bretar lenti miklum erfiðleikum eftir Brexit, mikill skortur á ýmsu heilbrigðisstarfsfólki. Þeir settu þá upp flýtiferil sem þannig að það var farið mjög hratt yfir gögn, umsóknir, en síðan fór fólk inn í svona 2-3 vikna reynslutíma þar sem að það var hreinlega vaktað við störf, hóf þá störf og lagði til, en það var náið fylgst með þeim. Raunfærnimat? Já, bara raunfærnimat, af því að þú getur verið með öll gögn í lagi, en þinni færni getur verið ábótavant. Þú veist, það líka fyrir hendi, það kemur þó ekki í ljós fyrir viðkomandi komið til starfa og í einhverjum tilvikum höfum við ekki getað haft fólk áfram af þeim sökum. En að mínu mati þarf leyfisferli að vera mun hraðvirkara, þannig að við fáum fólkið inn og svo finnst mér eðlilegt líka að við þá fylgjumst náið með þeirra færni og hugsanlega getum við þá brugðist við með því að veita einhverja þjálfun á viðkomandi sviði. Í einhverju tilvikum kannski er færninni svo ábótavant, þrátt fyrir það að viðkomandi hafi haft starfsleyfi og hafi menntun, og þá verðum við bara að bregðast við því. En ég held að ferlið í heild þarf að taka til endurskoðunar. Er eitthvað virkt samtal í gangi milli landlæknisembættis, Útlendingastofnunar, ráðuneytanna sem að þessu koma? Þetta mannanna verk, það ætti að vera hægt að greiða þessa götu, maður velti verið eins og í Útlendingastofnun að það sem að biðin löng að þetta færi einhvers konar forgang vegna þess að þarna eru hagsmunir alls samfélagsins undir. Ég algjörlega sammála þér. Ég meina við nálguðum málið uppaflega í gegnum heilbrigðisráðuneytið, erum að fá stuðning þaðan og ég man til dæmis eftir máli þegar ég var nýtekið við sem forstjóri þá var gríðarleg mannekla meðal hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni og voru 60 stöðugildi sem voru setin af 90 og þá var hér kona, Kanadamaður, gift Íslendingi sem hafði starfað í Kanada á bráðamóttöku sem hjúkrunarfræðingur og í Kaliforníu og var með umsókn í gangi sem ekkert gekk með. Og ég á endanum fékk þáverandi heilbrigðisráðherra til að ganga í það mál og reyna að flýta fyrir því að þetta voru margir mánuðir á sama tíma og vöndunum var svona mikil hér. En ef að forstjóri Landspítalans þarf að vera að beita sem slíkum hætti, það ekki til marg sem að kerfið ónýtt? Algjörlega, þess vegna finnst mér að þurfa að endurskoða það. Eins og ég segi, við höfum náð að mynda ákveðin tengst við starfsfólk innan þessara stofnana, en ég held að það þurfi innan stjórnsýslunar að skoða þetta nánar og búa til einhvern veginn skilvirkari feril milli þessara stofnana. Já. Það er engin spurning það í mínum huga. Við fjöllum það í Morgunblaðinu í gær að það sendinefnd sem fer út til annarra Norðurlanda að reyna að fiska líka Íslendinga heim. Það eru 800 læknar íslenskir starfandi erlendis. Mjög mikilvægt að sækja sérþekkingu og menntun, en við þurfum að ná þessu fólki í einhverjum og meira mæli hingað heim. Algjörlega, og þetta er ekkert einfalt mál vegna þess að í fyrsta lagi þá náttúrulega ef við förum 2 áratugi aftur í tíman, jafnvel skemur en það, þá fóru allir íslenskir læknar erlendis til sérnáms. Við höfum, eitt af því sem ég er stoltastur á spítalanum svona síðustu 10 ár uppbygging sérnáms, en við getum ekki veitt hann að hluta til. Það er á nokkrum sviðum. Já, á nokkrum sviðum, sérstaklega þessum almennu sviðum, lyflækningar, geðlækningar, bráðalækningar. Heimilislækningar líka er ekki okkar vegum að við höfum heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en þetta er bara mjög mikilvægt fyrir íslenskt samfélag og nýliðun í framtíðinni, gríðarlega stórt verkefni og reynar fjárfrekt vegna þess að við þurfum að hafa ytri vottun, við notum í rauninni til dæmis í lyflækningum, þá notum við fyrirkomulag frá Royal College of Physicians í Bretlandi og þeir hafa umsjón með náminu vegna þess að námið verður að standast evrópskar kröfur og það gildir það sama þessi einstaklinga eins og sem fá sérfræðileyfi hér, að þeir geta farið til annarra landa og fengi viðurkenning á því, en þá
verðum við að standa undir því hér. En öll svona sérhæfðari menntun og þjálfun, hún þarf að fara fram erlendis. Nú þessir 800 læknar svo nefnir að þeir, náttúrulega stór hluti þeirra á einhverjum stigum náms ennþá. Þeir er ekki gjaldgengur til að koma heim. Svo eru aðrir sem að setjast að erlendis af ýmsum ástæðum, getur verið faglegar ástæður, að ná langt á sínu sviði og líkar vel og hafa mikinn stuðning, eða þá að það eru fjölskyldu ástæður. En auðvitað sækjumst við eftir eins mörgum og mögulegt að þeir komi heim aftur og yfirlæknar sérgreina til að mynda á Landspítala, þeir hafa yfirsýn yfir alla sem að stunda nám á viðkomandi sviði og í sambandi við þá. En þetta skref, sjálfsögðu tilraun til þess að ná betur til hópsins og útskýra hvað við höfum upp á að bjóða. Það fer nú ekki alltaf góðum sögum af því í umræðinni. Það sem ég á við að vissulega á Landspítala er aðstæðan, hún er algjörlega ófullnægjandi á mörgum sviðum vegna húsnæðisvanda. Fer batnandi. Risastórt verkefni. Já, við eigum að horfa til þess. Ég meina 4-5 ár er ekki langur tími. Nei. Og fyrir þessa einstaklega sem eru erlendis. Þannig það þarf að ræða þetta á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Mun nýji Landspítala, þessi risavaxna gríðarlega dýra bygging, verður hún segull fyrir fólk að koma heim heldur? Ég held hún hafi mjög jákvæð áhrif á það fyrir þá sem að starfa í þessum sjúkrahús sérgreinum. Launakjör hafa líka batnað verulega. Þannig hafa borið þetta saman við hinn Norðurlöndin og við virðumst vera á pari og jafnvel betur sett í ákveðnum tilvikum? Ég tel að svo sé, já. Þannig að, og þá er að því að umræðan hefur stundum haft tilhneigingu til að vera neikvæð og svo eru þessi einstaklingar erlendir og ég þekki þetta sjálfur að eigin raun og horfa og fylgjast með henni og sérstaklega eftir tilkomu samfélagsmiðla þar sem að fólk gengur nú ennþá lengra oft í neikvæðri umræðu heldur en kannski fjölmiðlar gera. Þá er bara full ástæða til þess að bara hitta þetta fólk og kynna fyrir þeim hvað við höfum upp á að bjóða. Þannig að ég vonast til þess, en að því að nefna lækna þá sko það nú þannig, núna það var tekin ákvörðun það nýverið að fjölga nemendum við Læknadeild Háskóla Íslands úr 60 í 75. Við höfum ekki getu til að kenna nema takmörkuðum fjölda. Við búum við það að helmingur þeirra sem að ljúka námi í læknisfræði gerir þá eigin vegum erlendis með ærnum tilkostnaði. Norðmenn til að mynda, þeir styðja mjög fjárhagslega við þá einstaklingar sem það gera. Það er ekki fólk sem er að fara til landa eins og Búlgaríu, Ungverjalands og annað. Já, Ungverjalands, Slóvakíu, Póllands jafnvel. Og það er ekki stuðningu við þetta fólk hér? Já, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig ég er háttað með námslán, en sko það er veruleg, þetta er mjög dýrt nám og fólki greiðir þetta úr eigin vasa. Dýrt og langt. Langt nám, já, en eins og ég segi Norðmenn, aðrar þjóðir eru líka þannig settar í dag, það er bara orðin svo miklu meiri þörf fyrir lækna og aðra heilbrigðisstarfsmenn, aukin fjölda, þess vegna er verið að leitast við að fjölga nemendum og það hefur ekki gengið vel hér, verði ég að segja, til að mynda í hjúkrunarfræði en við verðum að gera betur. Það er líka vandamál með það að mannaflinn sem við höfum, að hann er önnum kafið við að veita þjónustu og þetta er ekki eins einfalt, kannski eins og það hljómar að fjölga nemendum, en þess að ljúka þessu með læknana, þá eru þessi árgangarnir sem eru að útskrifast og koma síðan hinga heim til dæmis í sérnám. Það er bara jafnstór hópur sem kemur frá þessum löndum erlendis. Já. Og Íslands samfélag nýtur síðan góðs af. Já, það er ekkert mjög mörg ár síðan að þetta stórjókst, þessi sókn í námið erlendis. Maður varð var við neikvæð umræðu fordóma gagnvart þessu námi, menn létu dálítið eins og að námið hér heima væri upphaf og endir alls og þetta væri nú einhvern veginn síðra. Hvernig hefur reynslan af þessu fólki verið sem kemur heim með þessa reynslu? Í fyrsta lagi þekki ég þessu umræðu sjálfur náttúrulega. Hún átti sér stað. Já. Að einhver leyti. Mér finnst þessi einstaklingar bara algjörlega sambærilegir við þá sem ljúka námi hér. Auðvitað er einhver áherslu munur. Það er svolítið gamaldags námið þarna úti að einhverju leyti en þeir eru fljótir að öðlast bara sömu færni. Margir þeir að koma að hinga á svona skiptinámskeið hérna heima og kynnast íslensku, kynnast Landspítala og öðrum sjúkrahúsum, íslensku heilbrigðiskerfi en þessi einstaklingar eru mjög efnilegir og hæfir einstaklingar og er alveg sambærilegir uppi staðið við þá sem að ljúka námi við Háskóla Íslands. Hvað er það annað í ytri aðstæðum sem við getum horft til þess að laða fólk aftur heim
Já, sko, það er náttúrulega ýmislegt hér sem oft til umræðu í tengslu við Landspítala eins og bara innviðirnir í íslensku samfélagi og við höfum setið algjörlega á eftir öðrum þjóðum í uppbyggingu til dæmis innviða í heilbrigðisþjónustu og það gerðist ekki til dæmis varðandi Landspítala fyrir en að var ráðist í þessa byggingaframkvæmd sem gríðarlega þýðingarmikil og mun valda byltingu. Reyndar meðferðarkjarnir og rannsóknarhúsið ekki nema hluti spítalans, þannig að þá ennþá eftir að taka ákvörðun ýmsa aðra þætti. Ég meina geðþjónustu bygging komin á kortið, en það náttúrulega mikla, það stóra byggingar undir fleiri legurými sem við munum þurfa í framtíðinni heldur en verið í meðferðarkjarnanum og svo ferli þjónustu til að mynda. En spítalinn þetta, hvað þetta stór hluti af heildar uppbyggingun? Við komið með 70% af nýju spítala? Kannski eitthvað svoleiðis. En svo þannig eitt eru innviðirnir síðan húsnæðismál á Íslandi. Það eru dæmi það að fólk með erlent ríkisfang sem kemur hingað til starfa, ræður sig hingað og ætlar sér að vera hér, að það gefst upp vegna húsnæðisvanda. Það fær ekki viðeigandi húsnæði eða þarf að borga gríðarlega háa leigu og ég held allir viti það að þú flytur frá einu landi til annars, ég meina það fylgir því mikill kostnaður. Þannig að fólk hefur kannski ekki sama bolmagn til að greiða mjög hátt leiguverð. Þannig að húsnæðisvandinn sem í þessu samfélagi, hann lendir sannarlega á þessu fólki. Upplifur húsnæðisvandan hér meiri heldur en í nágrannalöndunum? Ég myndi halda það. Ég veit að þetta náttúrulega þróun annar staðar líka. Það náttúrulega mörg ár síðan ég bjó erlendis lengi vel en það var engin vandi að útvega húsnæði þar í Bandaríkjunum og Íslendingar hafa náttúrulega stund að náma Norðurlöndunum og gera enn og maður heyrir ekki að fólk sé algjörlega á hrakhólum vegna húsnæðisvanda sem þar heldur ekki þeir sem flytja. Íslendingar hafa verið að flytja til Norðurlandana á mörgum undanförnum árum. Þannig ég gerir ráð fyrir því að vandinn sé miklu stærri hér heldur en víðast hvar annars staðar. Varðandi húsnæðismálin, við erum að taka í notkun eftir 4-5 ár þessa miklu byggingu. Ég leyfi mér að segja, mögulega önnur mikilvægasta bygging landsins eftir þinghúsinu. Það má ekki gleyma þingræðinu sem við þurfum að búa við og passa upp á. Við fengum fréttir af því minnum í síðustu viku varðandi bráðamóttökun í Fossvogi sem þessi fyrsta snerting þar sem fólk að koma alvarlega veikt inn í mörgum tilvikum. Þar á að reisa viðbyggingu, allavega tímabundið, 700 fermetra byggingu. Henni var lofað núna fyrir áramót, nú lítur allt út fyrir að hún verði tilbúin kannski mitt næsta ár. Af hverju ekki hægt að láta þessa hluti ganga upp? Já, ég vildi gæti svara því. Ég veit nú ekki alveg nákvæmlega með, sko, það er útlit fyrir að verði töf. Bara byggt á því að það verið að framleiða einingarnar, þetta svona einingabygging erlendis sem stendur og þannig að það náttúrulega skammur tími til stefnu ef að standast, ef þessi afhendingartíma á að standast. En menn setja upp afhendingartíma? Já, sem setja upp afhendingartíma. Og svo verður alltaf komið í ljós að hlutinni get ekki gengið. Já, en þetta snertir náttúrulega, þetta er svona keðja því að virðist, sko, ég meina það gerður samningur samkvæmt útboði við hönnunaraðila og svo við framkvæmda aðila við að skapa einingarnar og svo framvegis og svo verður töf hjá þessum aðilum. Og kostnaður. Og kostnaður, hugsanlega. Og hvað var þá að gera? Ég meina á að segja bara, já, þá leitu eitthvað annað. Þá náttúrulega verður augljóslega mikil töf þegar verður farið að leita að öðrum aðila til að taka sér verkið. Þannig að það er eiginlega ómögulegt að eiga við að reyna einhvern veginn að þrýsta á að hlutinni gangi hraðar. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að það kemur einhver snurða á þráðinn hjá aðila sem með ákveðin hluta verksins á sínu snærum. En eins og nefnir að þá allt of mikið að tímasetningar standist ekki. Þetta nú dæmi sem að ég hef tekið upp hér margótt varðandi hjúkrunarrýmin. Við höfum rætt hér saman á þessum vettvangi áður. Þú hefur rætt fráflæðisvanda þar og fjölda þeirra eldri íbúa Íslands sem eru bara fastir strandaðir innan Landspítalans. Menn taka hér skóflustungur og lofa nýjum hjúkrunarheimilum eins og engin sé morgundagurinn, en þau bara birtast aldrei. Og einu fréttirnar sem við flytjum af lokun hjúkrunarheimila á höfuðborgarsvæðinu. Þetta bara sorglegt mál, verð ég að segja.
Sjálfsagt erum að ræða vanda sem að nær langt aftur í tíman. Það að segja að það var ekki hugsað fyrir þessu nægilega. Og svo virðist vera líka sem að þau verk sem að hafa verið skipulögð að þau gangi ekki eftir og það kom upp alls konar hnökrar sem ekki hægt að yfirstíga og það til dæmis var það líka samspil ríkis og sveitafélaga. Þannig að það hefur komið fyrir að sveitafélag ber ábyrgð á skipulagsmálum og svo framvegis og svo gengur það ekki eftir þegar þetta kastana kemur. Allavega kannast yfir svoleiðis mál. Á Höfn í Hornafirði allt í uppnámi út af verktaka og kostnaði sem hefur rokið upp úr öllu valdi. Á sama tíma eru menn að reyna að reisa einkarekið hjúkrunarheimili í Þorlákshöfn og þá koma stjórnmálamennirnir og þvælast fyrir og segja nei, við viljum alls ekki einkarekstur og gamla fólkið það bara lognast út af í Fossvoginum. Þetta ekki meðferð á elstu íbúinans? Alls ekki og þeim fjölgar stöðugt sem að ná háum aldri hér þannig að vandinn, það bara útlit fyrir að vandinn stækki meir og meir og þetta virðist bara aldrei verið í forgangi. Þjónusta við þetta fólk virðist ekki verið í forgangi í samfélaginu. Það einhvern veginn þannig að kröfur annara virðast vera yfirsterkari. Þannig að fókus þeirra sem að stýra þá landinu virðist meira að vera þar. Ég get ekki sagt annað þegar maður horfir á hvernig þessu málum hefur verið háttað núna mörg undanfarin ár. Þeir virðist ekki hafa, þessi hópur ekki hafa nægilega sterka rödd, ekki hafa nægilega öfluga talsmenn og ekki hafa nægilega einhvern veginn mikil áhrif inn í þær einingar sem að fara fyrir þessum málaflokkum. Þannig að það bara þjóðar átak í þessu að gera betur við þetta fólk sem að þetta hefjast fyrir langa löngu. Já, fyrir löngu síðan. Því að við ekki gleyma því að það að maður hefði kynslóð sem að í rauninu verið gerði þetta samfélagi að því sem það í dag. Þetta var fólk sem að bjó ekki við styttingu vinnuvikunnar. Sannarlega ekki. Eitt að lokum, við vorum báðir lengi í hús hér og þannig hefur vikan hjá flestum á höfuðborgarsvæðinu verið. Ég fylgist andaktugur með uppbyggingunni þarna niður á Hringbraut. En ég velti fyrir mér ekki aðeins við aðstæður eins og núna skapast í vondu færi heldur í þungri umferðum borgina alla, meir og minna á öllum tímum. Verður hægt að koma fólki til og frá þessu sjúkrahúsi í tíma, af því að nú skiptir tíminn sköpum þegar fólk veikist hastarlega og þarf að komast undir læknishendur í þessu meðferðarkjarna sem verður tekin noti? Þetta bara mjög góð spurning og ég velti þessu fyrir mig líka og hef velti fyrir mér á síðustu dögum því ég seti fastur í umferðina í Reykjavík og það var jafnvel áður heldur en að þessi mikla snjókoma átti þessi stað. Reyndar verði ég að segja það, ég reyni vel að vera á ferðinni áður og eftir að svona umferðarþungin mestur. En ef maður lendir einu sinni í því kannski að vera 70 mínútur á leiðinni frá Landspítala og austur í bæ og jafnvel þó færðin sé góð, þá getur maður ekki annað en velt þessu fyrir sig. Sko vissulega þá gert ráð fyrir því að það verði greiðfær leið í kringum spítalann, en það þarf að flytja fólk úr öllum byggðum. Já, fólk býr ekki bara í hlíðunum. Nei, þannig að það þarf að flytja fólk úr öllum byggðum í kringur Reykjavík og manni sýnist nú leiðirnar að vera það illfærar þegar umferðarteppið fyrir hendi að maður sér ekki fyrir sér að viðbragðsaðilar, sjúkrabílar og aðrir geti endilega komist svo auðvitað leiðar sinnar. Við sjáum líka bara fréttir af því að það hefur verið að þrengja gatnamótum hér upp á Höfða, það hefur verið getið Borgartún á Grensásvegi og út allt þetta. Ef ég þyrfti að vera á bláum ljósum, ég væri ekki sáttur við það ef yfirvöld væru sífellt að þrengja um. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hversu mikið horft til þessa máls, það að segja aðkomu viðbragðsaðila þegar verið að vinna að skipulagi í borginni. Mig grunar kannski að það þurfa að horfa meira til þess en gert En kannski verður þróunin þannig á næstu árum og áratugum eins og við sjáum bara í stórborgum annarra landa að það verið notað sér léttar þyrlur. Já. Til að koma fólki sem verður að komast bara innan örfára mínútna inn í sjúkrahús. Ekki flyttur bráðveikt fólk með borgarlínunni? Nei, sannarlega ekki. En ég, það að því að við erum að ræða þetta, þá verð ég að segja, ég náttúrulega hugsa mjög oft bara þróun íslensks samfélags og ekki síst höfuðborgarsvæðinu, tengslu við starfið sem ég gegni, að mér því horfið tilbaka og ég var náttúrulega starfandi á Landspítala fyrst sem aðstoðarlæknir þetta 1985. Þetta var gríðarlega fábrotið, maður fékk næstu í áfall þegar maður kom til Bandaríkjanna til sérnáms. Bara, munurinn var svo mikill. En í dag,
hlutirnir hér eru bara eins og í stórborgum erlendis. Þó við séum lítilborg, þá eru hlutirnir bara mjög svipaðir hér í dag. Þetta ekki sama fásinnið og var. Nei, þetta er mjög frábrugðið því sem áður var. En við einhvern veginn höfum ekki náð að þróa ýmsa innviði og ferla og annað í takt við þetta, verð ég að segja. En er það skrítið? Þú nefnir möguleikan á létthyrlum. Það er ekki einu svona hægt að fá ákvörðun í það hvort að það eigi að vera þyrlupallur við spítalann. Ef að ég hefði tekið ákvörðun að reisa hann á spítala þá hefði ég sagt, er það ekki augljóst að maður verða að hafa þyrlupall eins og öll alvöru sjúkrahús? Af hverju er verið að ræða þetta? Já, það er í rauninni gert ráð fyrir þyrlupalli. Já, það eru mikil áhöld þá og menn hafa diskuterað hvort þessi eru fyrir þetta komunni til. En alltaf þurfa málin að vera kannski flóknari heldur en þau líta út. Þetta snýst líka hvers konar þyrlur. Já. Það er að segja, við búum þannig aðstæður hér að við þurfum að vera með stórar björgunarþyrlur, stórar og þungar björgunarþyrlur. Sem lenda við Fossvogi núna með veikt fólk. Já, og það er mjög óhefnilegt að vera, sko, í rauninni það þarf gríðarlegan lendingabúnað ofan á spítala til þess að geta tekið við þessum stærstu þyrlum. En það er verið að skoða þetta mál frá margvíslegum hliðum til að mynda. Það er verið þróun í þessum björgunarþyrlum þannig að það eru orðnar aðeins minn eða allavega léttari. Þannig að það skapar ákveðna möguleika. En ef það þarf gríðarlegan búnað, þá gera með það? Já, menn gera það ef að nauðsyn krefur. En sko, þessar létthyrlur sem að lenda á sjúkrahúsum í stórborgum annarra þjóða, það er allt öðruvísi og miklu léttari og lendingar aðstæðan allt öðruvísi sem er ofan á þessum húsum. Þannig að þetta er ekki alveg eins einfalt mál eins og það lítur út fyrir að vera. Ekki eins og ég læt það líta út hér. Nei. Runólfur, þakka þér kærlega fyrir samtal og gangi þér vel í þínum mikilvægu störfum. Vonandi að ykkur takist að laða til landsins bæði Íslendinga og útlendinga sem eru reiðubúnir að sinna okkar veikasta fólk. Vonum það besta. Já. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Ég þakka ykkur fyrir samfylgdina. En rétt áður en við ljúkum okkar tali þá langar mig til að minna ykkur á bókaklúbbin okkar sem við höldum úti. Við höfum verið að lesa mjög merkilega bók Xi Jinping, forseta Kína þennan mánuðinn og þann 7. nóvember næstkomandi ætlum við að hittast á vinnustofu Kjarvals og ræða efni og innihald bókarinnar fyrir utanríkisráðherra og svo sérfræðingur í málefnu Kína verða viðmælendur mínir þar. Bókaklúbbsfélagar fá nánari útlistun á því þegar nær dregur. En mér langar líka til að nefna við ykkur bókina sem við ætlum að taka fyrir í næsta mánuði, það er að segja frá með morgundeginum. Það er mjög merkilegt rit eftir Lawrence Rees, breskan sagnfræðing og sérfræðing í málefnum helfararinnar og seinni heimsstyrjaldarinnar. Sú bók var að koma út í glæsilegri íslenskri þýðingu Jóns Þór sagnfræðings og ég get ekki lýst, eða ég á ekki nægilega stór orð til að lýsa efni og innihaldi bókarinnar, það er auðvitað hræðilegt, en þetta er efni sem við þurfum að kynna okkur til þess að þekkja söguna betur og til þess að geta sett hann í samhengi. Hún er núna á 25% afslætt í verslunum Pennans. Við hvetjum ykkur til þess að rjúka út í þessari færð sem við höfum og kaupa hana undir eins. Það er gott að liggja undir teppi þessa dagana og lesa bækur, jafnvel þó að efnið sé ekki endilega alltaf mjög gleðilegt. Góða helgi.